kryddsíldina. Komið sæl og blessuð og velkomin enn á ný í Kryddsíld stöðvar 2. Við höfum komið okkur fyrir í miðborg Reykjavíkur að þessu sinni, við Austurvöll. Við erum sem sé að endurnýja kynnin við Hótel Borg þar sem við vorum alltaf áður. Við gefum Kristjáni Má og Lóu Pind orðið. Þakka þér fyrir þetta. Það er búið að bera fram Kryddsíld á borðið og við höfum líka frá því fyrir að fjölgað gestum með umræðuborðið eitt. Það er Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar. Þið eru orðnir 2 þingmenn flokksins á Alþingi en kannanir sýna líka að það eru líkur á því að þið komið mönnum á þing eftir kosningar miðað við það. En það eru fleiri gestir. Já, og aðrir gestir okkar við borðið eru nú góðkunningjar hér í Kryddsíldinni. Það eru þau Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar og mér á hægri hönd er Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson frá Framsóknarflokki og Þór Sari frá hreyfingunni. Velkomin öll. Heyrðu, við ætlum þá að hefja umræðuna. Við ætlum fyrst, Jóhanna, að reyna átt okkur á stöðu þessara ríkisstjórnar. Það var nú eiginlega heldur niðurlægjandi uppákomi í þinginu síðustu dagana fyrir jól. Þið höfðu ekki einu sinni meirihluta fyrir eigin stjórnarfrumvarpi. Svipað leyti leituð þið minnihluta í utanríkismálanefnd og atvinnuvegaráðherrann Steingrímur, hann treysti sér ekki til að leggja fram kvótafrumvarpið. Er þessi ríkisstjórn ekki bara gagnslaus? Þið eru ekki til stórræðana. Þetta er ekki sagt hún hafi 9 líf. Ég hef heyrt það oftar en einu sinni og við höfum... Hvað er þið komið mörg? Já, alls ekki svona 6, 7. Og við höfum auðvitað gengið margar erfiðar brekkurnar og fengið storminn í fangið en við höfum alltaf komið standandi niður úr þessu öllu saman og það er alveg ljóst að þessi ríkisstjórn er með tæpa meirihluta, það vita það allir. Og þetta sem kom upp í þinginu núna fyrir jólin, að ég tel að þetta sé nú bara smá mál þó að hafi rokkið þarna í gegn, lægri skattar á bleium og smokkum, það var bara hið besta mál. Og þetta með barnalögin, þetta var nú þverpólitískt mál og það var allt í góðu, við erum búin að lagfæra það og setja þá peningar sem í þetta þarf, en ég held að skipti nú mest að við erum að ljúka þessu kjörtímabili með sóma í mínu viti, tókum við þjóðargjaldþroti svo að segja. Herrkostnaður sem við tókum við, 540 milljónir, pluss það sem var í Seðlabankanum, sjáðu. Nokkur stærstu mál ríkisstjórnar eru ennþá óafgreidd. Leið mér að ljúka þessu. Við tókum við því að það voru skuldir hér 1,6 milljónir á hvern landsmann og við höfum verið að glíma við þetta á mjög erfiðu kjörtímabili. 19% verðbólgu, mistum 15-20.000 störf, svo ég nefnum það bara sem dæmi. Og við höfum komið ýmsum stórum málum í gegn. Við höfum komið þjóðinu langleiðina upp úr þessum erfiðleikum. Það eru stórmál eftir, eins og þú nefnir. Fiskveiðistjórnarmálið, það er alveg rétt. Við höfum ekki náð fyllilega saman það, hvernig það verður lagt fyrir þingið, en ég vona að við gerum það núna þannig að þing kemur saman. Við höfum svo gott sem náð fram rammaáætlun á þessu yfirstandandi þingi. Mörg stór mál að komast í gegn sem að við vorum staðráðin í að ná fram þegar færi að birta til. Hvað við nefna, stór mál eins og fæðingar, orlof, greiðslu á tannlæknakostnaði fyrir börn, breytingu á félagslega húsnæðiskerfinu. Þetta er allt svona í góðu rólinn í þinginu, þannig að ég er nú bara bjartsýn á þessum gamlársdegi og núna áramótin. En Bjarni, hún nefnir hérna þessi stórmál sem að ríkisstjórnin ætlar að reyna að koma í gegn á þinginu og er ekki annað að skilja af ykkur en að þið munuð ekki styðja eins og til dæmis rammaáætlunina, kvótamálin, stjórnarskrárfrumvarpið. Er eitthvað til dæmis í þessu stjórnarskrárfrumvarpið sem að þið gætu hugsað ykkur að styðja? Já, það hefur bara ekki gefist nokkur tími í sjálfu sér til þess að ræða það efnislega. Og það er það sem við höfum fyrst og fremst sett út á ríkisstjórnina, stjórnarflokkana, varðandi það hvernig haldið hefur verið á stjórnarskrármálinu á þessu kjörtímabili er að það hefur ekkert verið efnt til hinnar efnislegu umræðu á þinginu. Ég get nefnt hér sem dæmi að ég tel að það ætti að vera grundvöllur fyrir samkomulagi auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Nú eða útfærslu á rétti til þess að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslum. Þetta eru afmarkaði þættir sem að ég tel að veri skynsamlegt að einblína á
frekar heldur en að gera eins og ríkisstjórnin hefur gert, að setja málið svona í þann farveg að þetta sé spurning allt eða ekkert. Ríkisstjórnin að mínu áliti runnin út á tíma með að gera heildarendurskoðun á stjórnarskránni. Síðan þessi hin mál sem þú nefnir, sjávarútvegsmálin, þar vorum við aðilar að sátt það mál sem tókst haustið 2010 ekki satt. En stjórnvöld hafa bara ekkert gert með þá sátt, heldur farið í þveröfuga átt. Og það auðvitað eitt fyrir eina ríkisstjórn að koma ekki málum sínum í gegn en að geta ekki einu sinni lagt fram frumvarpið. Það nú eitthvað allra aumasta sem maður sér þegar að ræða höfuðmál ríkisstjórnar eins og kvótamálið var kynnt sem slíkt í upphafi þessu kjörtímabils. En þú segir með auðlindaákvæðið, það væri hægt að ná samkomulagi það. Hvernig ætti þetta auðlindaákvæðið að líta út? Já, þá bara vísa ég til þess að það hafa allir flokkar komið fram með útfærslu á auðlindaákvæði og núna eru ekki satt bæði frá stjórnlaganefndinni sem starfaði hér og frá stjórnlagaráðinu útfærslur. Sjálfstæðismönnum? Já, við höfum lagt fram frumvarp á þinginu margoft á undanförnum árum auðlindaákvæði, síðast árið 2007. Og ég geti sagt svona fyrir mína parta að svo útfærsla á auðlindaákvæði sem kom frá stjórnlaganefndinni eitthvað sem ég geti mjög vel unnið með og fellt mig við. Það allra aumasta, segir Bjarni Steingrímur, stjórnmálafræðingur sagði í fréttum fyrir jól að ríkisstjórnin hefði senna aldrei staðið eins tæpt og núna og þetta væri raun minnihlutastjórn. Ertu sammála því? Nei. Ég mjög sáttur með árið 2012 og þar með talið þinglokin núna fyrir jól. Þau voru góð fyrir ríkisstjórnina. Og algjörlega öfugt við það sem að ýmsir að gasprum, þá sýndi ríkisstjórnin enn styrk sín í því að klára til dæmis fjárlagafrumvarpið og öll tengd frumvörp, tekjuöflunarfrumvörp og gjaldabreitingar. Þetta allt saman í húsi núna. Og hvað þetta? Þar með hefur þessi ríkisstjórn lokið í aðalatriðum viðfangsefnum sínum á sviði ríkisfjármála á þessu kjörtímabili. Við erum búin að fá samþykkt okkar síðustu fjárlög, okkar síðustu tekjuöflunarfrumvörp. Og við höfum lyft grettistæki á sviði ríkisfjármála og því verki núna í aðalatriðum lokið. Og þetta fór fram hjá ýmsum. Við erum hér enn sem ríkisstjórn eftir þennan ævintýralega tíma sem ósambærilegur við nokkuð annað sem seinni áratuga stjórnmálasaga á Íslandi geymir. Þegar menn að bera okkur og þessi 4 ár saman við aðra ríkisstjórnir aðra hluti, þá náttúrulega verður sá samanburður ekki marktækur en að menn hafi það í huga að það verður engin ríkisstjórn sem betur fer á lýðveldistímanum þurft að takast á við hluti sambærilega þessari. Samt erum við hérna enn og þegar sjálfstæðismenn að tala þetta, þá mættu þeir nú hafa það í huga, samanber glundroðakenninguna þeirra gömlu, að 2 síðustu ríkisstjórnir sem hafa gefist upp á Íslandi á verkefnum sínum innan kjörtímabils voru leiddar af sjálfstæðisflokknum, ríkisstjórnir Þorsteins Pálssonar og Geirs H. Haarde. En við Jóhanna Sigurðardóttir erum hérna enn og ætlum að klára kjörtímabilið. Og erum við þó búin að takast á við verkefni og aðstæður sem eru ósambærilegar öllu því sem íslensk stjórnmálasaga geymir á lýðveldistíman. Það verður ekki það deilt. Og þetta skulum menn hafa í huga ef þeir vilja af einhverri sanngirni og með einhverja sögulega yfirsýn skoða þessa þætti. Og þá kvíði ég ekki því að það mun á spjöldum stjórnmálasögunar þykja afrek að við skulum hafa náð að klára kjörtímabilið sem ríkisstjórn í ljósi þessara erfiðu verkefna og erfiðu aðstæðna. Guðmundur Steingrímsson, ekki veik minnihlutastjórn, þau eru ekki farin og eru ekki að fara, en væntanlega þurfa ríkisstjórnarflokkandi dálítið að treysta á ykkur Róbert Marshall í þessu nýja afli að styðja þessi stóru mál sem að þarf að koma í gegn eftir áramót. Munið þið ljá ríkisstjórninni ykkar stuðning? Já, við höfum nálgast þetta þannig að við höfum bara tekið efnislega afstöðu til mála. Það er þetta margt sem að ríkisstjórnin að gera sem hugnast okkur ágætlega, eins og til dæmis allt endurskoðunarferlið á stjórnarskránni. Við Róbert höfum stutt það og við í Bjartri framtíð styðjum það og vonum að það endi með stjórnarskrá sem að þjóðin sátt við, ný frumsamin stjórnarskrá. Við erum báðir og við í Bjartri framtíð áhugasömum endurskoðun á fiskveiðistjórnarkerfinu en frumvörpin sem hafa komið inn í þingið hingað til endurskoðun á því eru allavega ekki mér fullkomlega skapi, en ég eftir að sjá þetta nýjasta. Og svo rammaáætlun, við höfum stutt þessa niðurstöðu sem þar að 6 virkjunarkostir eru settir í biðflokk og teljum að það sé ágætis grundvöllur að sátt í því máli og það er gríðarlega mikilvægt plagg.
Þannig að það er auðvitað engin tilviljun að ég og Róbert og ég á kjörtímabilinu hef allavega veitt ríkisstjórninni hlutleysi mitt. Það er bara einfallega byggt á efnislegum röksemdum. En það var auðvitað svolítið merkilegt núna svona í þinglok núna fyrir jólin að ríkisstjórnin lendi eiginlega svolítið í fanginu á okkur Róbert. Þannig að þess að Jón Bjarnason náttúrulega greiddi atkvæði eins og hann gerði í fjárlögum til dæmis og við sáum þetta ekkert alveg fyrir, en ég held að við höldum bara okkar striki, við tökum efnislega afstöðu til mála. Sigmundur Davíð, Steingrímur að lýsa afrekum. Ertu sammála því að þetta sé afrek hjá ríkisstjórninni og ætlar þú hugsanlega hjálpinni að koma einhverjum af stórmálunum í gegn eins og stjórnarskránni, rammaáætlun eða kvótafrumvarpi? Allir flokkar í þinginu hafa stutt mál sem þeir telja góð. Ég hugsa að mikill meirihluti þeirra mála sem ríkisstjórnin hefur komið með hafi fengið yfirgnæfandi stuðning í atkvæðagreiðslu þegar á hólminn er komið. Það eru umdeldu málin sem reynir á meirihluta ríkisstjórnarinnar. Steingrímur reyndar kannast ekki við að vera í minnihlutastjórn, en það nægir nú bara að kunna telja til þess að átta sig á því. Þegar menn er með 31 þingmann af 63, þá verður minnihlutastjórn, nema þeir telji aðstoðarflokkana formlega með sem hluta af ríkisstjórninni. Svoleiðis að auðvitað vantraust á okkur sinn. Ertu hvetjandi til þess? Já, það er alveg guðvelkomið. Hinn hefðbundna skilgreining stjórnmálan er sú að ríkisstjórn sem er varin vantrausti er ekki minnihlutastjórn. Hún þarf að aðstoða það að vera varin vantrausti. Já. Meðan að 32 þingmenn eða fleiri miðað við skilgreiningu vilja verja ríkisstjórn vantrausti, þá er hún ekki minnihlutastjórn. Nei, þetta er endurskilgreining. Það er minnihlutastjórn ef hún hefur ekki meirihluta þingmanna á bakvið sig. En allavega, þú hvetur til þess að verði flutt vantraust á ríkisstjórnina eins og forsætisráðherra gerði svo mikið af þegar að ríkisstjórnin stóð síðast sem tæpast, væntanlega til þess að reyna að þjappa liðinu saman. Og það getur vel verið að við hjálpum ykkur við að fá þá mælingu á nýja árinu. Það er fullt tilefni til þess að minnsta kosti. En er það ekki kjarni málsins að það er ekki meirihluti fyrir vantrausti? Ég held að sé alveg ljóst. Ég meina Guðmundur Steingrímsson og félagar eru búin að lýsa því yfir að þeir ætla að verja ríkisstjórnina vantrausti sem minnihlutastjórn. Þeir eru ekki formlega aðilar ríkisstjórninni, þannig að sú talning sýnir þá að þau myndu standast vantraust. En það er samt verulegt áhyggjuefni að menn skuli sjá ástæðu til þess að halda þessari ríkisstjórn gangandi, vegna þess að þú spyrð út í þessar yfirlýsingar Steingríms eigin afrek og eigið ágæti, þá er það nú ekki hægt að menn tali með þessum hætti þegar þeir eru búnir að vera í ríkisstjórn í 4 ár og allan þann tíma hefur heimilum landsins verið haldið í viðvarandi óvissu og staða þeirra á margan hátt bara versnað fyrir utan það sem að dómstólar hafa gripið inn í. Ég tala nú ekki fyrirtækin sem hafa varla ráðið fólk núna í 4 ár, enda fjárfesting í sögulegu lágmarki, og við sáum núna fyrir nokkrum dögum í tímariti ríkisskattstjóra að staða fyrirtækja á Íslandi er alveg skelfileg. Mörg þúsund fyrirtæki eru við það að fara í þrot, samkvæmt mati ríkisskattstjóra. Og þau eru ekki neinni aðstöðu til þess að fara að ráða fleira fólk og byggja hér upp atvinnu við þessar aðstæður. Enda gerðist það ótrúlega núna í nýjust útgáfin af skýrslu sem er gefin út árlega samkeppnishæfi þjóða, að Ísland fór niður fyrir Haítí þegar kom að samkeppnishæfi skattamálum. Enda núna áramótin, þegar klukkan slær 12, þá verða líklega skattkerfisbreytingar þessari ríkisstjórnar orðnar 200 breytingar á skattkerfinu á einu kjörtímabili sem er búið að færa Ísland ekki bara niður fyrir Zimbabwe og Íran, heldur niður fyrir Haítí þegar kemur að skattalegu hagkvæmni og skattkerfinu. Og þetta er ástæðan fyrir því að hér hefur ríkt þessi stöðnun. Það er ekki búið að koma til móts við heimilin, það er ekkert búið að gera fyrir fyrirtækin. Við höfum hort upp á árið 2009, endurtaka sig núna hvað eftir annað. Er þetta ekki komið í 4. skipti? Þór, getur þú stutt ríkisstjórn sem myndirðu til dæmis styðja vantrauststillögu á ríkisstjórnina? Ég reikna með því, já. Við gerðum það síðast, eða allavega ég seinast þegar var flutt vantrauststillaga, en það verður bara komið í ljós á hvaða efnislegum forsendum hún er. En mér langar bara að byrja á því að tala það hér, að hérna erum við að byrja þennan þátt. Á fyrstu mínúndunum erum við komin aftur í þetta sama gamla fjórflokka hjólfarapegs eins og alltaf verið í stjórnmálum. Það gerðust merkilegir hlutir á þinginu í lokin. Ríkisstjórnin tapaði 3 þingmálum í atkvæðagreiðslu í þingsal. Það hefur aldrei gerst áður. Það sem var merkilegt við það, að mínu mati, sem tiltölulega nýr þingmaður var, að það voru algjör kynslóðaskipti í því hvernig fólk sá þá niðurstöðu. Eldri þingmenn, og þar á meðal þau 2, Jóhanna og Steingrímur, þau voru alveg æf af reiði vegna þeirra niðurstöðu.
En yngri þingmenn, þar sem að ég sitt í þingsalunum var til dæmis við hliðina á mér Magnús Orri Schram fyrir aftan með Helgi Hjörvar, þeim fannst þetta bara ekki tiltökumál. Þetta er bara lýðræðisleg niðurstaða, þetta er ekki stórmál, þetta er ekki ESB-aðild eða stjórnarskrá, þetta eru frumvörp blegjur og tannþráð. En svona tiltölulega neyðarleg uppákoma, er það ekki? Jú, vegna þess að hún er að gerast í fyrsta skipti, í fyrsta skipti. En þetta er bara eðlileg niðurstaða og hvað með það þó að öll mál fari ekki í gegn á einhverju meirihluta. Það er bara gangur lýðræðisins. Og þetta yfirgengilega meirihluta vald og meirihluta ofbeldi sem hefur ráðið hér ríkjum í íslensku stjórnmálum í áratugi, það er bara einfaldlega komið tími til að menn fara að hugsa öðruvísi stjórnmál. Minnihluta stjórnir í nágrannalöndunum eru alþekkt fyrirbæri. Hér er ekki hægt að koma á sveitastjórn með 5 sveitastjórnarfulltrúum að það sé einhver krafa að það sé alltaf einhver starfhæfur meirihluti. Auðvitað á fólk bara að vinna meira í sameiningu og sum mál njóta fylgis og önnur ekki. Það finnst mér vera merkilega niðurstaðan við þessa síðustu daga þingsins. Jón Bjarnason gekk úr skaftinu í fjárlagafrumvarpinu sem er alveg fáheyrt í fjárlögum. Það er bara merki vonandi nýrra tíma í stjórnmálum að fólk reyni betur að ná samkomulagi hringinn í kringum borðið hin ýmsu mál. Það hefur verið reynt með ramman, það hefur ekki tekist, hann er bara komin í flokkspólitísk hjólför. Hvað okkur varðar sem að styðjum rammaáætlun eins og hún er, þá erum við bara búin að gefa eftir alveg gríðarlega mikið af svæðum sem að við teljum að eigi að vera í vernd eða í biðflokki. En þeir sem eru hinum megin borðsins virðast ekki vera tilbúnir að gefa eftir neitt. Tökum þennan punkt. Þór talar meirihluta og ofbeldi. Það eru gríðarlega stór mál sem bíða óafgreidd. Það er ramminn, hann nefnir, kvótamálið og sjálf stjórnarskráin. Á virkilega keyra þessi mál á hugsanlega naumum meirihluta í miklum átökum. Þið standið ekki bara í átökum milli stjórnar og stjórnarandstöðu, heldur líka við full aðallega vinnumarkaðins, við alþýðusambandi, við samtök atvinnulífsins. Er þetta skynsamlegt, Steingrímur, að reyna að klára svona stórmál, kannski með naumum meirihluta, sem þetta eru kannski mál sem næsta ríkisstjórn bara ógildur leið? Sáðu nokkra stjórnarskrá? Velta því fyrir mér hvernig þessi þáttur er að þróast og hvernig er að horfa á hann, eða verður að horfa á hann. Ég held við drepum nú þjóðinu og leiðindum ef við tökum þetta karp úr þinginu hér inn með alveg sömu formerkjum. Sigmundur byrjar, heimurinn er að farast, þið munið öll deyja, þetta er allt ómögulegt. Og hann æsir þig upp og þú kemur með svona spurningar. Þetta er allt voðalegt, þetta er allt að fara bara niður í svelginn. Svona blasir þetta við fólki. Ég segi nú bara eins og maður, ekki að lyfta þess aðeins hærra plan. Ég er mjög sáttur við árið 2012. Ég er í aðalatriðum ánægður með það hvernig Íslendingum miðaði fram á veginn. Við erum að horfa hér á 2,5% hagvöxt það bil annað árið í röð, minnkandi atvinnuleysi. Flestir mælar er að sýna heldur betri þróun. En við vitum það öll að við erum að koma út úr mjög miklum erfiðleikum og þeir eru ekki að baki. Það er fjöldi fólks og fyrirtækja sem enn stríðir við skuldavanda og það þarf að halda vel á þessum hlutum áfram næstu misserin og næstu árin. Það þarf að viðurkenna það. Við erum ekki að tala um það sem heimsendaspár þegar við benda á þetta. Bíddu Sigmundur, hver viðurkennir það ekki? Að við urðum hér fyrir gríðarlegum áföllum og vorum löskuð sem samfélag og hagkerfi. En við höfum hægt og bítandi verið að vinna okkur út úr því. Og við erum að gleðjast yfir því leið og verum raunsæ og niður á jörðinni og viðurkennum að þetta er ekki búið og við þurfum áfram að halda vel á spöðunum næstu árin. Eiginlega það eina sem ég hef áhyggjur af fyrir hönd Íslands á næsta ári, það er að kosningabaráttan verði óábyrg og við missum þetta eins og stundum áður í yfirboða og loforðaflaum, innistæðulausan yfirboða og loforðaflaum. Við þurfum að nálgast af ábyrgð og raunsæi þá staðreynd að Ísland á enn nokkurn veg framundan til að ná sínum fyrri styrk og endurheimta efnahagslegan styrk sinn og þrótt. En okkur er að miða vel á leið. Gengið vel og það sé allt í fínum málum. Eigum að halda hér á. Ég er ekki komin ágætisræða frá Steingrími það. Tökum það eins út og svara hér því sem kom fram þarna áðan sem er alveg nauðsynlegt. Það er náttúrulega alveg ljóst að menn verða að gera sig grein fyrir því að ég held að þetta hafi nú verið erfiðustu fjárlögin sem að þessi ríkisstjórn hefur glímt við, þá voru þessi fjárlög. Og við náðum markmiðum okkar það að það er hér tæplega 4 milljarða hall og það er kraftaverk. Sigmundur Davíð talar hér miklar skuldir heimila og fyrirtækja. Gerir Sigmundur sig grein fyrir því að við höfum lækkað á síðastliðnu 3 árum skuldir heimila og fyrirtækja sem samsvarar 2 landsframleiðslu. Ekki því, dómstólar gerir það. Gerir
gerir Sigmundur Landsframleiðslu. Já. Hvað ertu að tala um? 3.000 milljarðar? Skuldir heimila og fyrirtækja hafa lækkað um þetta. Ertu að tala um að því að bankarnir eru gjaldþrota og síðan, mig nú að klára. Síðan varðandi skuldir heimilana, ef við tölum um heildarskuldir heimilana, þá hafa þær lækkað á síðastliðnum 2 árum 300 milljarða og þær eru á sama stað eins og þær voru 2007. Og ef við tölum um íbúðaskuldirnar, þá eru þær á sama stað eins og þegar eignabólan byrjaði 2004. Þetta er allt árangur sem við verðum að horfa til. Og varðandi stjórnarskrána sem að Bjarni var að tala um, þá hefur hún nú meira og minna verið í gangi allt þetta kjörtímabil. Það var með þessi minnihlutastjórninni sem að miklar umræður fóru fram stjórnarskrána, ekki síst auðlinda ákvæðið og þar hefðum átt að geta náð árangur þá þegar í minnihlutastjórninni. Þannig að þetta ferli, þetta eitt af stóru málunum á þessu ári, til dæmis þjóðaratkvæðagreiðslan sem að náðist fram og þetta verður eitt af stóru málunum núna í upphafi þessa kjörtímabils. Það að leggja mikla vinnu í það að ná stjórnarskráni fram og reyna að ná eins mikilli sátt hana eins og mögulegt er. Ég verð nú eiginlega aðeins þessar 3.000 milljarða sem að... Ég veit ekki bara hvert forsætisráðherra er að fara með þessum tölum. Landsframleiðslan er eitthvað 600 milljarðar, er það ekki? Við erum að tala heildarskuldir heimila og fyrirtækja, jú, eins og voru þá. Þá ertu væntanlega að taka bankakerfið allt með. Sko bankarnir eru gjaldþrota og það eru erlendi kröfuhafar sem afskrifuðu nokkur þúsund milljarða á þá. Það er alveg rétt, en það hefur ekkert með þessa ríkisstjórn að gera á nokkurn einasta hátt. Reyndar hefur það með fyrri ríkisstjórn að gera, neyðarlögin og það hvernig að því var staðið. Hérna eru nefndar tölur sem að snerta heimilin beint, lækkun skulda heimilana. Það sem hefur skipt mestu fyrir heimilin varðandi lækkun skulda eru dómar Hæstaréttar. Þeir hafa valdið mestri lækkun skulda heimilana. Hefur ekkert með það að gera sem að ríkisstjórnin hefur haft fram að færi þeim efnum, nema síður sé vegna þess að sum lög sem að ríkisstjórnin fór með í gegnum þingið voru skaðleg fyrir heimilin, eins og menn þekkja dæmum. Hérna hafa verið nefnd nokkur mál og sum hafa ekki verið nefnd, sem hafa verið á þessu kjörtímabili viðfangsefni ríkisstjórnarinnar. Og ég held ef menn myndu skoða af einhverju yfirvegun væri svona klassísk dæmumál þar sem væri mikilvægt að reyna að ná einhverju samstöðu, einhverju svona þverpólitískri samstöðu nálgun. Ég geti nefnt hér Evrópusambandsmálið, ég geti nefnt Icesave-málið, ég geti nefnt stjórnarskrána, fiskveiðistjórnunina og rammann. Í öllum þessum málum hefur ríkisstjórninni tekist að skapa gríðarlegan ágreining. Ekki bara inn á þinginu, heldur meira sem við þjóðina. Hún fór á þessu kjörtímabili þannig þvert gegn vilja þjóðarinnar að 98% voru hennar ósammála niðurstöðuna. Meira sem í Icesave-málinu tókst að kljúfa þing og þjóð, Evrópusambandsmálið er eins og öll hinn málin. Og núna er það þannig að stjórnarskráin, fiskurinn og ramminn eru í þeim farvegi sem að við síst myndum vilja ef við verum að ræða málið svona af einhverju yfirvegun og af einhverju svona fjarlægð við viðfangsefnið og einhverju svona undirbúningsstigi, þá myndu menn geta sagt, já, hérna er að ræða mál sem er mikilvægt að reyna að ná einhverju samstöðum. Þeim hefur tekist að tefla þessum málum í þennan farveg. Það er bara þeirra afrek, það er þeirra arfleið og það getur verið að sé leiðilegt fyrir Steingrim að hlusta á það og það verið skemmtilegra að tala um eitthvað sem verið gleðilegra og uppbyggilegra. Þá er þetta bara niðurstaðan og þess vegna er það sem að ríkisstjórnin er komin upp á kant við aðila vinnumarkaðarins og meira að minna þessi punktum að í þjóðfélaginu. Mér langar til þess að koma þessum punkti að því við erum að tala hérna um þessar átakaleiðir, átökin í þjóðfélaginu. Forseti ASÍ stormaði út úr Samfylkingunum með látum núna á dögunum. En það, svo við tökum þetta út úr þessu pólitíska daglega karpi, það eðlilegt og heilbrigt í lýðræði samfélagi að forseti og forysta verkalýðshreyfingarinnar í landinu sé svona innvígð og innmúruð í einn ríkisstjórnarflokkin? Ég veit nú ekki hvað á átt við innvígð og innmúruð í einn ríkisstjórnarflokkin vegna þess að forystan í verkalýðshreyfingunni, þá er ég að tala um ASÍ, hún hefur nú sýnt að hún hefur verið frekar á móti ríkisstjórninni núna á síðustu misserum í mörgum málum, en við höfum haft líka samleiðir í mjög mörgum málum og ég vil segja að það var alltaf kjarasamningana sem voru gerðir á sínu tíma, stöðugleikasamningana,
að það hefur sennilega engin ríkisstjórn lagt eins mikið af mörkum til þeirra kjarasamninga til að ná þeim fram og það hefur verið friður á vinnumarkaðinu sem nú ekki svo lítið. Deilurnar snúast bara lítinn hluta af því sem að kjarasamningarnir sögðu sem við getum farið út í ef þú vilt og það var það að okkur þótti þeir ekki standa við það sem var talað varðandi hlut þeirra í greiðslu og vaxtaniðurgreiðslum 6 milljarða króna. Þess vegna sauð upp úr. En af þeim málum sem að við höfum verið að ná fram og skiptir verkalýðshreyfinguna, skiptir stöðugleikasamningana mjög miklu máli, eru til dæmis það sem við höfum náð í fjárfestingaráætlun okkar upp á 40 milljarða króna sem mun skapa mörg störf hér á næstu árum og mun styrkja innviði samfélagsins all land. Við erum að fara í mjög miklar framkvæmdir sem skipta máli gegnum það fjármagn. Og síðan skulum við ekki líka muna það sem við náðum fram sem að var veiðileyfagjaldi sem eitt af stóru málunum sem þessi ríkisstjórn hefur náð fram. Og þegar verður að tala ósætti og Bjarni að telja hér upp atriði sem hefði átt að nátt samstæðum, þá verða nú stjórnarandstaðan að líta svolítið í eigin barn. Hvernig þeir hafa verið að misnota þingsköpun á Alþingi skipti eftir skipti til þess að reyna að taka valdið á þinginu í sínar hendur. Og það hefur oft leitt til þess að í stóru málum að þá hefur verið tekist verulega á í staðan fyrir það að reyna að setjast niður og reyna að ná okkur samstöðu. Við ætlum að gera östull á umræðinni, fara í stuttar auglýsingar, svo höldum við áfram bara hér eftir stuttarstund. Já, leyfum við fleirum að. Það Rio Tinto Alcan sem færir þér kryddsíldina. Sendum félagsmönnum, fjölskyldum þeirra og landsmönnum öllum hugheilar jóla- og nýárskveðjur. Félagið Iðn og Tæknigreina. Við óskum viðskiptavinum og landsmönnum öllum gleðilegs árs. Íslandsbanki. Janúar á Skjá 1. Hún systir, þetta sjúkt. Takk fyrir að halda henni Pálínu heitri. Þar heldur þú að það hefði sett mörkin og þessum stelpa að vera 12 ára gömul? Þetta hljómaði of gott til að vera satt. I'm not a cop. You were. You're damn good. Do you believe in other lives? Gaman að sjá okkur, gaman að fá okkur. What do you guess then? I don't guess. I know. Looks like a war zone. Your way is completely insane. Vertu með Skjá 1 á nýju ári. Tryggðu þér áskrift á skjárin.is. Í pökkunardeild flugeldaverksmiðjunnar alltaf fleygiferð. Flugeldamarkaðirnir að fyllast af nýju og spennandi dóti. Björgum áramótunum, flugeldamarkaðir björgunarsveitana. When I wake up in the morning, feel the sunshine on my face and take me through the day. Við lækkum greiðslubyrði íbúðalána hjá fólki í fæðingarorlofi. Arion banki. Alcoa Fjarðaál óskar öllum landsmönnum árs og friðar. Freyja þakkar viðtökurnar á árinu sem að líða og óskar landsmönnum öllum farsældar á nýju ári. Gott ár með Freyju. I often think of Bag End. That's home. Europe was taken from you, but I will help you take it back if I can. We don't watch fighting. The Hobbit, An Unexpected Journey, komin í bíó.
Heilbrigt efnahagslíf byggist á góðu flæði fjármagns. Hlutverk Motus að viðhalda þessu flæði. Við stuðlum að heilbrigðu efnahagslífi fyrir alla. Motus, svo allir fái sitt. Ál ekki bara fallegt, létt og sterkt. Það má nýta nánast endalaust. Gleðilega hátíð. Norðurál. Ritz, undirstaðan að góðum stundum. Komið sæl aftur. Við erum að tala stöðu þjóðmálanna. Það var að vera að tala framkvæmda átak. Hvað segir stjórnarandstaðan það? Sigmundur Davíð. Já, framkvæmda átak sem ríkisstjórnin ætlar að fara í á næsta kjörtímabili. Þetta er svona loforð sem hún að gefa núna í aðdragandi kosninga og ætlar að láta næstu ríkisstjórn að fjármagna. En ég má kannski ekki segja þetta. Steingrími líkar ekki að það sé rætt eitthvað sem gagnrýnið á ríkisstjórninni í þættinum. Það ekki leiðinlegt. Það ekki leiðinlegt, nei. Finnst þér ekki allt leiðinlegt sem gagnrýnið á þig? Nei. Ég held það nefnilega. Með það hvernig málflutningur setja gagnrýni fram á þá allt leiðinlegt nema það felist í því að upphefi ríkisstjórnina og tala stórkostleg afrek með einhverjum stórfurðulegum talnaleikjum og útúrsnúningum. Ég veit ekki hvernig þessir 3.000 milljarðar Jóhannu eru til, en ef hún að vísa til þess að bankarnir hafi farið í þrot og þar af leiðandi hafi þurft að afskrifa heilmiklar af skuldum bankana, heilmikið af skuldum þeirra, þá það áminning hvers slags gríðarlegum tækifærum var kastað á glæ hérna með því að ráðast ekki í leiðréttingu á lánum heimilanna þegar tækifæri var til. Við sjáum það núna, við sjáum það blasa við að það var ekki bara tækifæri til þess, það var mjög framkvæmanlegt og það var svo sannarlega sanngjarnt. En það var ekkert gert í því. Það var bara hugsað aðra hliðina á þessu. Það var ekkert gert í því nema það sem dómstólar neyddu ríkisstjórnina til og stjórnarandstaðan þegar ríkisstjórnin var búin að lýsa því yfir að það væri búið að gera allt sem til stæði að gera fyrir heimilin. Og þetta óþolandi þegar þessi tækifæri voru til staðar og að einhverju leyti enn til þess að koma til móts við heimilin af einhverju lágmarks samkynni til þess að bæta þeim það sem hér gerðist. Það ekkert gert í því. Það ekkert gert í því að koma hér atvinnulífinu af stað þannig að menn geti farið að ráða fólk til vinnu. Og svo bara kvartað undan því að þetta sé einhverjur heimsendan spár þegar mann benda á þessar staðreyndir. Þegar mann benda á það að ríkisstjórnin hafi kastað þessum stórkostlegu tækifærum að glæ. En engu að síður eru tækifæri Íslands alveg ótrúlega stór. Og ég vonandi hef tækifæri til að koma inn á það hér á eftir. Stöð 2 hefur nú gert í reyndar mjög góð skil að fjalla olíumálin. Það alveg ótrúlegt að það eiginlega eini fjölmiðlinn sem hefur sinnt þeim málum að einhverri alvöru. En það sem að gerast núna í þeim málum auðvitað bara stórkostlegt og fullt tilefni til þess að við getum verið jákvæð í aðdraganda næsta ár þrátt fyrir við sitjum ennþá uppi með þessa ríkisstjórn. En talandi fyrst þú varst komin út í skuldir heimilanna hérna, við sáum nú 2 verkfræðingar reikna það út nýverið að unga kynslóðin í landinu orðin kynslóð örauga eftir það sem gekk á hér eftir hrunið. Segja þær tölur ekki allt sem segja þarf þau úrræði sem að þið gripuð til. Það búið að búa hér til kynslóð örauga úr fólki milli 22 og 45 ára. Það náttúrulega alveg rétt að þær aðferðir sem var farið út í til þess að klastra saman skuldum heimilanna hafa ekki virkað. Ég meina það búið að sóa hér milljörðum á milljörðum ofan og það næst ekki fram nein sátt eða neitt réttlæti í því máli. Það varð einfaldlega algjör forsendubrestur fyrir lánum heimilanna vegna þess að fjármálafyrirtækin tóku stöðu gegn eigin gjaldmiðli og skipulega unnu að því að hann myndi hrynja. Og þetta óréttlæti sem af slíkri stærð að það verður aldrei sátt hér í samfélaginu fyrir að búið að leiðrétta það. Það eru siðferðilegar forsendur fyrir því að það þarf að leiðrétta þetta, hvort sem að það verður gert núna 4 árum eða 5 árum eftir hrun eða einhvern tíma seinna. Þetta verður að leiðrétta. Og Gylfi Arnbjörnsson, sá títtnefndi sem voru að tala hér áðan, hann meðal annars einn af þeim sem að ber beina ábyrgð á því að það var ekki leiðrétt vegna þess að hann fór fyrir nefnd sem var sett á stofn til þess að kanna það hvort að það bæri að taka verðtrygginguna úr sambandi vegna hrunsins til þess að heimilin yrðu ekki gjaldþrota.
Niðurstaða þeirra vinnu var svo að það mætti ekki gera það vegna þess að lífeyrissjóðirnir eru fyrir tjóni og nú sitjum við uppi hér með kynslóðir sem eru með neikvæða eiginfjárstöðu. En það svo margt sem hefur komið hérna fram hringinn í kringum borðið og ég bara lýsi því yfir hér að við erum vonandi að horfa hér á í þessu þætti fjörbrot fjórflokksins í þessu því að við heyrum að þetta sama gamla pexið og við höfum þurft að þola í áratugi í íslensku stjórnmálum. Nú eru komin á vettvang ný öfl í stjórnmálum sem að hugsa öðruvísi og vinna öðruvísi og munum vonandi breyta hér stjórnmálaumhverfinu. Við sáum að það byrjaði að breytast aðeins inn á þingi núna í lok síðasta þings. Við höfum hér nýja stjórnarskrá sem að þau að pexa sín á milli hvort að hún fari í gegnum þingið eða ekki. Þjóðin búin að ákveða í þjóðaratkvæðagreiðslu að þetta skuli vera ný stjórnarskrá Íslendinga og ef að þau ætla sér með einhverjum hætti að koma í veg fyrir það, þá það einfaldlega valdarán. Það ekkert flóknara en það. Þetta komið á það stig að fjórflokkurinn að verða að kuski og honum verður vonandi bara sópað út í næstu kosningum. Því að það eru þessi stjórnmál, það þessi gervimennska sem hér á borðinu og þetta PEX sem að þjóðin búin að fá nóg af. Og við ætlum að breyta þessu. Dögun dæmi hvernig fyrrverandi flokkar hafa sameinast í einn til að koma á framfæri nýjum stefnumálum og nýjum stjórnmálum. Björt framtíð hluti af því. Við sjáum hvað hefur gerst í Reykjavík. Þar kemur fólk inn að götunni í nafni Besta flokksins sem að þarf ekki 90 ára forsögu í stjórnmálum eins og Framsóknarflokkurinn og stýrir höfuðborg landsins bara mjög vel. Þeir hafa snúið við Orkuveitunni að þvílíkri snilld að fjórflokkurinn hefði aldrei getað afrekað það. Þetta eru nýju stjórnmálin sem að við eigum að vera fókus á og þú átt að kötta á þau hérna þegar þau byrja á þessu gamla pexi. Ég ætla að kötta á þig núna því að ég vil við fyrir hringinn hérna með þessa skuldastöðu heimilana. Bjarni, ég meina þið verið væntanlega stærsti flokkurinn hér eftir kosningar. Hvað ætlið þið ekkert gefið því undir fótinn að gera eitthvað gera enn frekar í þessum skuldamálum heimilana? Ég held að hafi skipt mjög miklu máli varðandi skuldamál heimilana að menn sýndu ábyrgð þeirra umræðu. Og við höfum ekki viljað gefa út loforð sem ekki hægt að standa við. Mér finnst að hafa skipt mjög miklu máli. Þetta tal frá Þór Sari hérna að þetta verði auðvitað bara leiðrétt einn góðan veðurdag og því fyrr því betra, bara heildar leiðrétting bara á þessu öllu saman. Þetta óábyrgt tal. Þetta bara útilokað og það kannski þess vegna sem að flokkurinn hans. Það búið að sýna fram á hvernig hægt að gera þetta, Bjarni, og þið hafið meira segja fengið skjalið og þið hafið ekki komið neinar efnislegar mótbárur gegn því. Alla viltu fara að grípa fram í og vera með svona framíköll eins og fjórflokkurinn gerir það. Já, ef þú segir ekki satt, þá verð ég að leiða þetta. Ef þú segir ekki satt, þá verð ég að leiða þetta. Ég ætla að þetta væri nýju stjórnmálin hérna. Á milli manna. Þú verður að segja satt. Það kannski vegna þess að Þór Sari talar með svona óábyrgum hætti sem að flokkurinn hans hvarf, ekki satt. Hann ekki lengur til. Byrjaði nú á því að þingflokkurinn sprakk í tællur og þau yfirgáfu flokkinn og svo þetta allt saman núna þessu pakkað inn í einhverja nýjar umbúðir sem eiga á að selja kjósendum. En nú skulum við ekki drepa málun á dreif, við erum að ræða ákveðið málefni hérna. Það sem ég að segja við þig þetta varðandi skuldamálin, að það skiptir máli að vera ekki að lofa hlutum sem ekki hægt að standa við og þar get ég tekið undir með Steingrími J. Sigfússyni að fyrir næstu kosningar eiga menn ekki að vera að lofa hlutum sem ekki hægt að standa við. Það finnst mér hins vegar ríkisstjórnin nú þegar hafa gerst segum eins og til dæmis á viðum í fæðingarorlofsmálinu. Það sem að í skuldamálum heimilana að úrræði ríkisstjórnarinnar hafa verið allt of þunglamaleg, skilyrði þess að fá skuldaleiðréttingu hafa verið allt of ströng og þar vísa ég til dæmis til ráðstöfunartekna sem fólki eru skammtaðar. Það hafa ekki verið neinir hvatar fyrir fólk, til dæmis skattaleg úrræði til þess að höggva niður höfuðstólinn og embætti umboðsmanns skuldara sem að kostar okkur milljarð á ári ekki að skila frá sér þeim málum sem að þanga að rata. Þess vegna það sem að einungis helmingur þeirra sem menn áætluðu að myndu leita skuldaúrlausna og skulda íbúðalánasjóði leituðu eftir aðstoð og einungis helmingurinn af þeim sem leituðu eftir aðstoð fékk einhverja lausn sinna mála. Þetta vegna þess að úrræði ríkisstjórnarinnar hafa reynst algjörlega vonlaus. Hvaða hugmyndir eru þið með? Okkar hugmyndir munu snúa að því að gera fólki í fyrsta lagi kleift að sækja úrræði sem að virka. Þannig að það verði ekki svona ströng svipugöng sem menn munu þurfa að ganga í gegnum. Það þýðir til dæmis að ráðstöfunartekjur fólks verði ekki skornar jafn mikið niður eins og þarf að gera samkvæmt þeim úrræðum sem núna eru í boði. Í öðru lagi munum við að sjálfsögðu leggja áherslu á það að ráðstöfunartekjur fólks vaxi.
Og það kannski lykil hlutverk sem að ríkisstjórnin hefur algjörlega brugðist í. Nei, við erum alls ekki komin út í annað mál. Þú bara bjóða sömu úrræði og stjórnarflokkarnir, bara með aðeins liðilegri útfærslu. Býtum við, þetta alls ekki annað mál vegna þess að það að ráðstöfunartekjur fólks vaxi grundvallaratriði til þess að það geti staðið í skilum. Og þegar að menn bregðast í því að skapa hér hagvöxt og ný störf eins og ríkisstjórnin hefur gert á þessu kjörtímabili, að þá situr fólk uppi með lægri laun eða jafnvel enga vinnu. Og þá úr vönd að ráða þegar menn þurfa að standa í skilum. Það ennþá kröfur skuldaleiðréttingu heimilanna, en einhverjir peningar til þess að gera eitthvað meira? Já, mér langar fyrst að segja þess að ég lendi hvergi annars staðar í svona samræðu í þjóðfélaginu. Þetta mjög sérstakt að upplifa þetta hérna og ég í fyrsta skipti hér og kemur upp í hugan setning sem maður sagði við mig í Sundi daginn, þar sem ég mitt eiga sér stað oft alveg ágæta samræður stjórnmál, miklu opnari samræður og fólk svona reiðubúið að skoða hlutina frá ólíkum hliðum og svoleiðis. Hann sagði að mesti misskilningurinn sem stjórnmál menn væru með í kollinum væri að stjórnmál væri keppni í því að hafa rétt fyrir sér. Þau eiga ekki að vera það og þetta var mér svolítið umhugsunarefni og tók mér svolítið tíma að svona uppgöta hvað hann ætti við. Það sem ég veist ég upplifa hérna svona, ég stattur í miðri keppni einstaklinga hérna, fulltrúa flokka í því að hafa rétt fyrir sér. Og ég ekki viss að nokkur hafi það, beinlínis. Við þurfum og við erum ekki að tala saman hérna. Við erum ekki að hlusta á hvert annað finnst mér og mér finnst svona raunni verkefnið í samfélaginu snúast það að koma stjórnmálunum bara ofan í heitabotinn aftur. Þannig að við bara svona hlustum okkar annað og tölum saman. Nei, og þá myndi ég segja hvernig, ég held að það sé mikilvægt einmitt að taka ákvarðanir í afslappaðra umhverfi til dæmis heldur en hér. Hér mætast stálinst inn og þau eru rauninni ekkert að mætast stálinst inn bara á Íslandi. Þetta orðið allsherjar vandamál. Maður að lesa þetta vandamál stjórnmálanna í Economist líka og núna í þinginu í Bandaríkjunum mætast líka stálinst inn núna rétt fyrir áramót og það árviss viðburður. Við erum að horfa á þetta allar heimsálfur að svona sundurlyndisfjandinn, hann gengur laus og sá púki þykknar bara. Og við þurfum bara öll að hætta að vera með fingurinn á lofti og byrja að kveða niður þennan púka. Það sem hefur breyst í stjórnmálunum undanfarin ár það, og stjórnmálin ekki alveg að fatta það, að viðfangsefni okkar eru miklu meira sameiginleg heldur en áður. Það umhverfisvá, það alþjóða fjármálakerfið. Þetta krefst þess að við nálgumst þetta allt öðruvísi, miklu meira eins og við séum bara saman í heitabotninum. Áður fyrir voru stjórnmál og hér eru fulltrúar þeirra flokka, gömlu flokkana, svona miklu meiri átök hagsmuna, einstakra hagsmuna sem toguðust á. Og það var þannig stjórnmál sem til dæmis sköpuðu þannig þjóðfélag að það skipti máli hvaða bensínstöð við völdum þegar við tókum bensín á bílinn. Stjórnmálaskoðanir skiptu máli í því hvaða hveiti við völdum og svona eins. Þjóðfélaginu var skipt svona niður. Þetta hefur breyst mjög mikið. Þannig að núna finnst mér að eitt mesta viðfangsefni í stjórnmálunum í dag einfaldlega að endurvekja samræðuna og traust á hvert öðru. Og núna vil ég segja skuldamál heimilanna. Þetta vekur athygli mína hvaða rosalega erfitt í þessum kringumstæðum átaka stjórnmálanna, þessar togstreitu, að tala gjaldmiðilinn. Gjaldmiðilinn, þá ertu að fara að tala gjaldmiðilinn. Já, nákvæmlega. Og lýsir því viðbrögð þín lýsa því hvað þetta nú erfitt að tala það. Og ég held að skuldamál heimilanna séu birtingarmynd á vissum eilíðarvanda íslenskum sem einfaldlega sá að við búum við viðvarandi óstöðuleika. Verðbólguskotin, þau flytja fjármuni frá heimilunum til fárra, til útflutningsatvinnugreina sem eru bundnir kvótum og geta því miður ekki vaxið út af því. En svona fyrirkomulag höfum við búið til sem fyrirkomulag óstöðuleika. Krónan hefur fallið um 99,5% síðan hún var tekin upp í byrjun. Og Seðlabankinn var að birta 500 blaðsíðna skýrslu þar sem hann greindi þetta nákvæmlega svona. Ef við ætlum að koma á stöðuleika og taka þá á skuldavanda heimilanna, hvert markmiðið? Viljum við ekki vera eins og Danir? Borga hérna svona kannski 3–5% óverðtryggða vexti og þurfa ekki að hafa miklar áhyggjur. Það ekki takmarkið? Jú, en nú erum við að tala afleiðingar þessa óstöðuleika sem afmarkað viðfangsefni og hver afstaða ykkar hjá Bjartri framtíð
með þessar skuldir sem við sitjum uppi með vegna óstöðuleikans. Ekki að við þurfum að taka upp evru í framtíðinni. Akkurat. Evra í framtíðinni, ég lít svo á að þessi sigurstranglegasta planið núna til þess að leysa þetta mál með viðvarandi hætti, ekki bara pissa í skóinn, heldur leysa málið og reyna að koma hérna á svona, bara lánakerfi, húsnæðislánakerfi eins og í Danmörku. Það ætti ekki að vera allt og metnaðarfullt markmið fyrir okkur, eða ekki, ættum að reyna það. Og þá verðum við að tala gjaldmiðilinn og þá held ég að það sé sigurstranglegast og ekki gallalaus leið. Hún háð erfiðleikum líka, við verðum held ég alltaf að kljást við efnahagsmál. Það að klára viðræðurnar við Evrópusambandið og fara þá strax nokkrum mánuðum seinna, ef við samþykkjum aðild, inn í ERM2. Sem er Seðlabankinn styður þá krónuna og við getum komið á stöðuleika í íslensku efnahagslífi og það er viðvarandi lausn á skuldamálum heimilanna. Evran leysir ekki þann vanda sem er búinn að safnast saman á undanförnum árum. Og evran leysir heldur ekki vanda til framtíðar. Danmörk og Holland eru með skuldsettustu heimili í Evrópu. Danmörk og Holland. Við þurfum að leysa þann vanda sem var til hérna 2008 og hefur verið að vaxa hjá mjög mörgum heimilum. Og til þess þarf almennar aðgerðir. Það þýðir ekki að bara einfalda það ferli sem fólk fyrir í gegnum. Það er ekki hægt að ætlast til þess að menn fari í gegnum eitthvað heillangt ferli og láti meta sig, tikka við einhver box, hver er staðan hjá þér, hvað þetta varðar, hvað áttu mikið og svo framvegis. Það þarf almennar aðgerðir til þess að fást við almennt vandamál sem fór yfir öll heiminn. Jóhanna Steingrímur, þeir eru náttúrulega ekki búin að fá að svara þessu. Hvað finnst ykkur þessa arfleið, skiljið ungu kynslóðuna eftir sem kynslóð örega? Ég ætla ekki að gera lítið úr því að það eru mjög mörg heimili sem eru í miklum erfiðleikum hér. En við skulum líka horfa til þess að þegar hrunið skall á, þá voru 16.000 heimili með neikvæða eiginfjárstöðu. Það fór upp í það voru 25.000 eða verst léti í hruninu sem voru með neikvæða eiginfjárstöðu og komin núna niður í 20.000 manns með neikvæða eiginfjárstöðu. Þetta segir auðvitað sína sögu. Það segir líka sína sögu að við höfum gripið til aðgerða, þvert ofan í það sem að Sigmundur Davíð er að segja við höfum ekkert gert. Þegar við sjáum það að heildarskuldir heimilanna eru núna á svipuðu róli eins og voru 2007 eins og ég sagði og íbúðarskuldirnar á svipuðu róli eins og þegar eignabólan byrjaði. En hvað finnst þér þessa ungu kynslóð sem situr uppi með minninginni? Sko, auðvitað finnst mér það slæmt. En þetta er ekki nýtt vandamál og við erum... Jú, þetta er nýtt vandamál. Ég sagði að það hefur verið 16.000 heimili með neikvæða eiginfjárstöðu í byrjun hrunsins. En við höfum líka verið að gera mjög marga hluti. Og það má ekki vanmeta þá, til dæmis eru vaxtaniðurgreiðslur orðnar svo miklar að hjá verst stöddum heimilunum þá erum að borga 45% af vaxtakostnaðinum niður og 30% að meðaltali. Þannig að það eru mjög margir hluti sem við höfum farið í sem þarf þó að fara í fleiri. Við þurfum vissulega að skoða verðtrygginguna. Þar þurfum að vera miklu meiri valkosti fyrir fólk hvort að taki verðtryggð lán eða ekki og við höfum verið núna á þessu kjörtímabili að vinna okkur inn í það. Ég tel til dæmis að tillögur sem núna liggja á borðinu það að setja ákveðið þak á verðtrygginguna, hún sé vel þess virði að flokkarnir setjast yfir það saman að reyna að skoða hvort að það sé leið til að fara út í það. Þar er að vísu verið að tala gjaldtöku sem þarf að borga þegar verðbólgan er komin yfir ákveðið markmið. Þetta er þó leið sem á að skoða. Og ég er alveg sammála Guðmundi Steingrímssyni í því að það sem skiptir máli fyrir heimilin í landinu, ekki bara fyrir lægri vexti, heldur lægra mataverð, að fara inn í Evrópusambandið. En það að fara að afskrifa skuldir eins og Sigmundur Davíð hefur viljað gera á hans flokkur á kjörtímabilinu er óábyrgt. Vegna þess að ef við erum að afskrifa skuldir það sem var verið að tala sem að bitnar hér á lífeyrissjóðunum og skertum lífeyrisréttindum á íbúðalánasjóði, það er margreiknað út og til að skýrslur það að við hefðum farið mjög illa með íbúðalánasjóð og hann nú ekki beisinn fyrir og líka með lífeyrissjóðun hefðum farið út í það og ríkissjóður væri ekki núna einungis með 4 milljarða halla ef við höfum farið út í svona mikla flatar afskriftir sem að ég og þú áttum að fá líka samkvæmt ykkar tillögum. Flatar afskriftir vegna þess að það varð flöt aukning á lánunum og það var hægt að flytja öll íbúðalánum úr bönkunum yfir í íbúðalánasjóð og færa það niður með flatri afskrift og það hefði verið bæði framkvæmanlegt og sanngjarnt vegna þess að svigrúmið var til staðar eins og við höfum núna séð. En það var tekin meðvituð ákvörðun að gera það ekki eins og kom meira sér fram í skýrslu frá fjármálaráðuneytinu. Það var til hugtæki sjálfhverfa kynslóðin, þessi kynslóð frá 30 til 45 ára sem nánast skilin eftir eignalaus.
Ætla mér bara að setja sig við það. Skuldir heimilana, það eru fleiri en við búnar að sýna fram á það með mismunandi aðferðum hvernig hefði verið hægt að fara út í almennar leiðréttingar á skuldum heimilana sem átti að gera. Það var hins vegar aldrei vilji til þess hjá ríkisstjórninni að gera það. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setti sig á móti því og þau störfuðu bara eins og hoppandi sprelli kallaðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér í upphafi og fylgdu þeim reglum. Það er margbúið að sýna fram á það hvernig er hægt að gera þetta án þess að lífeyrissjóðirnir verði fyrir tjóni. Það er bara búið að gera það og efnahagsráðgjafi ríkisstjórnarinnar settist niður með okkur í nokkra daga hér á árinu til þess að reyna að koma fram með efnisleg rök gegn okkar tillögum til dæmis, en þau var ekki að finna vegna þess að það eru til aðferðir sem að myndu gagnast öllum, en það hentar betur stjórnvöldum hverju sinni að skipta fólki upp í hópa og deila og drottna og það eru þær starfsaðferðir þessara ríkisstjórnar sem að mér hefur verið mikið í nöpið. Hún hefur gert mjög margt gott og hún hefur komið fjárlögum fyrir vind að vísu með aðferðum sem að ég hef verið ósammála, en það hefur engu að síður tekist. En ekki að segja þetta sé drottnunargirni þeirra tveggja hérna sem kemur í veg fyrir að menn fari í almennu leiðréttingar. Ég veit ekki hvað það er, þau verða að útskýra það, en það er ekki vegna þess að það hefur ekki verið hægt. Það er margbúið að sýna fram á það að það var mögulegt, það var ekki gert og það er bara verkefni næstu ríkisstjórnar að gera það því að við verðum að afgreiða það mál. Það er á stefnuskrá hjá okkur í dögun og hjá fleirum að gera það. Það er augljóst mál að fjórflokkurinn, fyrir utan kannski Framsóknarflokkinn sem hefur barist mjög í þessu máli líka, að þeir þrír flokkar, þeir munu ekki fara þá leið að leiðrétta skuldir heimilanna. Það hefur komið fram. Það hefur lýst yfir með tvisvar á kjörtímabilinu að nú væri komið endurmörkum það yrði ekki meira gert. Nei, það hefur aldrei gert, en tilteknar aðgerðir, að tilteknum aðgerðum væri lokið og sérstaklega stóra samkomulagi 2010, þá voru menn að vonast til þess að þeir væri búin að ná utan aðgerðirnar sem slíkar. Ég held að við aldrei neinum manni dottið í hug að halda því fram að þessi vandi væri þar með úr sögunni og þyrfti ekkit meira að aðhafast, enda er það því miður ekki þannig. Og ég verð að segja alveg eins og mér finnst það ofboðslega dapurlegt og eiginlega erfitt þegar við lendum í umræðum svona viðkvæm mál sem varða svona mikla hagsmuni þúsunda heimila að við skulum þurfa að ræða þetta á þessum nótum. Jafnvel bera það hvert á annað, að það eina sem vanti sé bara viljinn. Meina, dettur einhverjum í hug að það sé öðruvísi en þannig að öll vildum við reyna að gera eins mikið og bara við teljum mögulega hægt til þess að aðstoða fólk í erfiðleikum. Ég tala nú ekki yngri kynslóðina sem var svo óheppin að vera nýlega búin að binda sér mikla skuldabyrða rétt áður en hrunið kom. En við verðum að horfast í augu við það að bæði íslensk heimili og íslensk atvinnulíf var eitt það skuldugasta, ef ekki það skuldugasta innan OECD fyrir hrun. Svo fellur gengið og verðbólguskotið kemur í kjölfarið og það kemur högg á þennan stóra skuldastabba sem þarna er. Hvernig er ástandið hálfu ári, 9 mánuðum eftir hrun? 50% af öllum útlánum til fyrirtækja á Íslandi voru í vanskilum. Helmingur allra lána til atvinnulífsins á Íslandi var í vanskilum. Það hlutfall er núna komið niður í 15%. Heimilin voru 20.000 saman með sín efnahagsmál í upplausn. Það hefur náðst heilmikill árangur og aðgerðirnar hafa hjálpað tugum þúsunda. En það er líka rétt að eftir standa heimili, sérstaklega yngri fjölskyldurnar sem voru nýlega búin að taka lán í miklum vanda og eru með neikvæðan höfuðstól. Hvernig leysum við það? Gerum við það með þessum hugmyndum einhverja töfrakúnstir þannig að skuldirnar bara hverfi og enginn þurfa að borga fyrir það? Nei, það er ekki hægt. Við erum búin að setja næstum 50 milljarða króna inn í Íbúðalánasjóð vegna afskrifta þar. Og hverjir borga það? Við öll saman. Skattgreiðendur á Íslandi og þeir sem borga skattan á Íslandi á næstu árum. Býttu rólegu Sigmundur, þú grípur endalaust fram í hér leið og eitthvað er sagt sem þér líkar ekki. Þannig er þetta bara að ef við ætluðum nú í flata niðurfærslu á öllum lánum með veði í húsnæði upp á 700-800 milljarða sem liggja hjá Íbúðalánasjóði, 170-80 milljarða liggja hjá lífeyrissjóðunum, þá verður einhver að borga þann reikning. Og það er ríkið sem stendur á bakvið stærstan hlutan af þessu vegna þess að við erum með Íbúðalánasjóð og við erum með opinbera lífeyrissjóðskerfið. Lánin eru komin þangað án þess að hafa verið færð niður. Þannig að ég held að niðurstaðan hafi verið alveg rétt. Við verðum að reyna að finna sértök úrræði og lausnir og stuðning við það fólk sem þarf mest á honum að halda. Við getum rætt um þetta eins og Bjarni gerði hér áðan,
hafa þessi úrræði einhverju leyti verið of þröngt skilgreind. Það málefnalegt. Við skulum ræða það. Og ég fagna því í raun og veru að bæði Bjarni, við hér og Björt Framtíð, ef ég má leyfa mér að túlka það svo, í raun og veru að tala á ábyrgum nótum þetta stóra vandamál. Það þarf að takast á við það. Mín niðurstaða sú, vandinn ekki horfinn, vantar því miður mikið upp á það. Við munum þurfa að beita þeim tækjum sem við höfum á komandi árum, vaxtabótum, húsnæðisbótum, barnabótum og öðrum slíkum úrræðum til þess að styðja við bakið á þessum fjölskyldum, eins og við höfum alltaf þurft að gera. Var það sína ábyrgð að færa mörg hundruð milljarða yfir á kröfuhafa bankana sem það hefði átt að nota í niðurfærslu? Við erum að fara í auglýsingur og mannársins. Nú heldur þú bara þína ræðu sem myndu. Já, gott og vel. Sko, ég vildi bara segja varðandi skuldavanda heimilanna. Ég held að ríkisstjórnin hafi gert þau stóru mistök að vanmeta þetta vandamál. Þess vegna hafa úrræðin ekki reynst duga til þess að koma heimilunum til hjálpar og varðandi almennar aðgerðir og þá tel ég að þær ættu einkum að koma til álita vegna þeirra kynslóðar sem hér hefur verið rætt þú hefur verið að tala og Steingrímur kom núna inn á, það að segja unga kynslóðin sem fór í íbúðakaup á þeim tíma þar sem að hrunið varð. Frá 2005-06 til 2009. Þetta árabilið þar sem að fjárfestingar áttu sér stað, þar sem að eignaverðið fór niður og skuldirnar fór upp. Og ef menn ætla að tala almennar aðgerðir, þá finnst mér að það sé þetta tímabil sem menn eiga fyrst og fremst að vera að horfa til og horfa til þeirra sem að lentu í þessu ástandi á þessum tíma og það hægt að gera með ýmsum hætti, til dæmis með skattalegum aðgerðum. Að gera fólki það kleift með skattalegu hagræði að losna undan skuldbindingum með því að til dæmis eins og Framsóknarflokkurinn hefur telt fram ákveðnum útfærslum af því. Það eru hugmyndir sem að mér hugnast mjög vel og við munum halda áfram að skoða. Við ætlum að gera hlé á umræðinni núna, förum í auglýsingar en strax svo eftir maður ársins. Það Rio Tinto Alcan sem færir þér kryddsíldina. Shivers and shakes running down my spine. Words never were my strongest side. I felt the earth move, I fell to the floor. Friendship is good, but I want something more. Oh, I've been holding back. Oh, I've been holding back. All my love is sick, but I can't keep my heart in line. Keep my heart in line. Today I feel a bit under the weather, but it cheers me up to picture us together, hoping that this love will last forever. Oh, all that I see is you, you and me. I will this love will last forever, forever. Oh, all that I see is you, you and me. I will this love will last forever, forever. 10-11, fljótlegt og þægilegt.
Slysavarnafélagið Landsbjörg eru öflug samtök sjálfboðaliða sem hafa starfað við slysavarnir og björgun mannslífa í yfir 80 ár. Óveður, snjóflóð, jarðskjálftar og eldgos. Sérþjálfaðir sjálfboðaliðar eru ávallt viðbúnir til aðstoðar við hvers kyns náttúruhamfarir. Slysavarnafélagið Landsbjörg. Góðir Íslendingar. Arnar og Ívar. Það eru hestöfl í hámark. Ég er próteinmaður, skilur það ekki? Ég byrjaði þetta bara einn hérna. Má ekki bjóða meistarnum að kaupa? Gjörðu sér, gangi í bæ. Við þökkum fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða og óskum öllum landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Og óskum öllum landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Komið sæl aftur. Við erum í Kryddsíld, stöðvar 2 og það er komið að manni ársins fyrri hluta. Skemmst frá því að segja að maðurinn er kona, Ísfirðingur sem ólst hálfvegis upp í kirkju, dóttir prestshjónanna þar og ákvað 17 ára að feta sömu braut og faðir hennar og verða prestur. Hún hafði verið það lengi þegar hún var hvött til þess að gefa kost á sér til embættis biskups á árinu og þegar hún sigraði þeim kosningum varð hún fyrsta kona til að gegna embættinu í nær 1000 ára biskupasögu þjóðarinnar. Já, maður ársins er Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands. Velkomin, Agnes. Takk fyrir. Einhverjir kynna nú, já þetta voru reynda býsna söguleg tíðindi, að þú náðir kosningu. Það hefur verið margir karlmenn á undan þér, væntanlega? 110 voru undan, 110 karlmenn. Já, þannig að virkið fjall. Já, það fjall. En einhverju kynni nú að spyrja, hverju breytir það að kona gegnir biskupsstarfi? Ég held að það sem við höfum fyrir augunum að það breyti líka. Þannig að ásýnd kirkjunnar hefur breyst og ég held að það sé aðalbreytingin kannski. Svo er nú sagt að konur og karlar hugsa ekki eins og framkvæmi ekki eins, þannig að það geti breytt einhverju líka. En þú hefur enda breytt að því leitinu til dæmis að þú tekur þér, þú ert farin að nota Facebook og Twitter eins og Páfinn til að, svona veita innsýn í starfið þitt og það sem þú gerir. Hvernig finnst þér það hafa reynst? Já, það er enda nýtt tilkomið og ég vil að fólk viti hvað ég er að gera og hvað kirkjan er að gera. Og ég held að skipti mjög miklu máli að við vitum það sem við erum að gera og það er ekkert unnið í felum hjá okkur. Þetta er allt upp á borðinu og líka það við fáum meiri skilning á því sem að við sjálf erum að gera og aðrir eru að gera þegar við setjum þetta svona opinberlega á heimasíður og Twitter og Facebook og svo framvegis. Einmitt, en þú hefur líka opnað dálítið inn á einkalíf þitt. Ég hef séð það og heyrt í, minnst okkarstu 2 viðtölum á árinu að þú hefur talað skilnaðinn, þú hefur talað það að þú hefur verið svikinn, þú hefur farið til heljar. Hvers vegna kýstu að tala opinskátt þetta? Einhverju kynnu að hafa viljað að halda því leyndu í þínum sporum? Ég hef bara ekkert að fela og þetta bara varð svona, ekkert meðvituð ákvörðun. Þetta bara varð svona og ég tókst á við þetta og eftir á að hyggja þá kannski geta einhverjir haft gagn af því hvernig ég tókst á við þetta af því ég er búin að segja frá því. Geta farið svipaða leið, sömu leið eða svipaða leið. Efaðist aldrei í trúnni á þínum myrkustu stundum? Nei, ég efaðist aldrei það að Guð væri með mér og stæði við hlið mér og gengi með mér og sendi mér hjálp í öðru fólki. Það efaðist ég aldrei en ég efaðist mjög mikið sjálfa mig og margt annað í kringum mig. En mér langar að spyrja þig að öðru. Þú verður biskup í samfélagi sem er enn í sárum eftir efnahagslegt og andlegt hrun í raun og veru. Hvernig fann kirkjan fyrir því? Leitaði fólk meira til hennar eftir sálgæslu til dæmis? Já, kirkjan hún starfar út allt land og það eru prestar út allt land sem starfa og ég held að allir prestar landsins hafi fundið fyrir því. Sérstaklega hérna fyrst á Suðvesturhorninu, en svo breytist þetta náttúrulega út landið. En hins vegar má segja að það varðandi landsbyggðina að ástand, svolítið kreppu ástand hefur verið víða út á landsbyggðinu undanfarin ár. Þannig að þetta var kannski ekki alveg nýtt fyrir landsbyggðarfólki.
En í seinni tíð og á þessum árum sem liðin eru síðan, þá hefur þetta færst ennþá meira þangað líka. Það nú bara þannig að það eins og allt byrja hér í Reykjavík, eða jafnvel í útlöndum og komi hingað á suðvesturhornið og síðan breiðist út land. Þetta gerist ekkert alltaf á einum degi alls staðar á landinu. Og prestar hafa auðvitað fundið fyrir þessu og þjónusta kirkjunnar mikils metin og þörf. Já, en mér langar að spyrja þig einu. Nú ertu að fara að flytja nýárspredikun í Dómkirkjunni í fyrsta sinn og þú sagði mér enda frá því áðan sem við vorum aðeins að spjalla saman frammi að þú staðið frammi fyrir því að taka ákvörðun sem snerti svona samfélagið og þjóðina og kannski peningaþörf. Þú ert ekki búin að taka ákvörðun en eigum ekki aðeins að skýra það út á hvað þessi ákvörðun gengur sem þú ætlar að taka og kannski kynna í nýárspredikuninni. Já, sko, mér finnst að, ég hugsa það, hvernig ná ég að hafa nýárspredikun mína, hina fyrstu, árið 2013. Hvernig ná ég að hafa hana og hvað vil ég að kirkjan segi við þjóðina á þeim degi? Vegna þess að ég álít mig sem talandi í nafni kirkjunar, auðvitað sem biskup Íslands og kirkjan að tala þegar ég tala. Og ég hugsaði mikið það og ég vil að kirkjan gangi í takt við þjóðina og geri það sem að þjóðin fyrir bestu. Þetta þjóðkirkja. Og þess vegna hef ég fengið áskorun það að kirkjan taki frumkvæði varðandi söfnun hér á landi að safna fyrir tækjum á Landspítalanum af því að það eru tæki og tól sem ekki virka og eru biluð eða næstum því biluð og svo framvegis eins og við höfum heyrt. Og þá segja sumir, þetta ekki okkar mál hvers og eins. Þetta málefni þeirra sem að stjórna þessu þjóðfélagi. Já. Og þau hafa vissulega gert sitt, þau hafa sett auka fjármagn til Landspítalans núna í desember. Þannig að þetta umhugsunarvert. Nú ég sem sagt að hugsa það, á ég að taka þennan slag og þessar áskorun eða ekki. Já. Og ég verð búin að því. Þá ertu að tala það að kirkjan myndi leiða jafnvel einhvers konar fjárhagssöfnun. Já. Og þú ætlar ekkert að gefa það upp hér og nú hvaða ákvörðun þú tekur. Ég ekki búin að ákveða það. Þú ert ekki búin að ákveða það. En áður en að við þökkuðum fyrir komuna þá aðeins þú talaðir þjóðkirkju. Var það ekki með niðurstaða þeirra sem tóku þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í haust eða í vetur að þeir vildu þjóðkirkju þó að stjórnlagaráð hafi kannski beinlínis gert tillögu annað? Jú. Það var, mér fannst það afgerandi og skýr niðurstaða þó að það hafi bara verið rúmlega 50% sem að svo vildu af þeim sem kusu. Þá held ég að hinn þögli meirihluti hafi setið heima og ekki kosið bara yfirleitt. Þannig að ég þess fullviss að þjóðin vill hafa þjóðkirkjuna áfram. Kirkjuna sem að vinnur með þjóðinni og fyrir þjóðina út all land. Agnes, þú ert maður ársins á Stöð 2 í fyrirhluta og til að staðfesta það, þá ætlar Stöð 2 að afhenda þér þennan blómvönd og auk þess í ramma Agnes M. Sigurðardóttir maður ársins 2012 fyrir að brjóta blað í sögu þjóðarinnar með því að verða fyrsta konan til að gegna embætti biskups Íslands. Áður en þú kveður, þá langar mig að biðja þig að beina einhverju til leiðtoga og fulltrúa stjórnmálaflokkana sem sitja hér við hringborðið að baki þér. Já. Ég segi það sama við þau og ég segi við þjóðina að ég vil að við vinnum saman, við göngum í takt og munum það að verkefni okkar það að vinna með þjóðinni og fyrir þjóðina og að láta gott af okkur leiða og kirkjan hefur svo sannarlega boðskap að færa og ríkisvaldinu ber að styðja og vernda kirkjuna ekki vegna þess að hún hafi nein forréttindi í þessu samfélagi, heldur vegna þess að hún hefur þessar skyldur. Og til þess að við getum sinnt þessu skyldum okkar þá verðum við að fá stuðning þeirra sem að ráða til dæmis yfir fjármagninu. Orðið laust, bestu þakkir fyrir komin á til hamingju. Já, takk fyrir þetta og til hamingju maður ársins biskup Íslands. Biskupinn, gladdi það ykkur að kona varð biskup á árinu? Já, mér finnst það stórkostlegt, ég óska henni til hamingju og mér finnst þetta vel valið. Ég vissum að þetta gott fyrir kirkjuna og allar aðstæður og þannig enn eitt vígið fallið. Ísland hefur oft áður verið í fararbroddi þess að fela konum forystu. Fyrst í lýðræðislega kjörni forsetinn sem þjóðhöfðingi, Jóhanna sem forsætisráðherra, biskupinn núna. Þannig að það eru flest öll vígi fallin eiginlega með þessu. Þannig mér finnst það mjög gaman og ég tek að sjálfsögðu undir með henni, hennar góða hvatning til þess að við vinnum betur saman og leggjum betur svona
leggjumst sameiginlega árar fyrir land og þjóð. Er auðvitað hollt að fá. Skulum vona að nýja árið þarna, okkur gangi bara vel í þeim efnum. Smátt og smátt nú svona meira jafnvægi að komast á og aðstæðurnar held ég að verða auðveldari til þess að vinna úr hlutum eins og viðfangsefnum í heimi stjórnmálanna. En auðvitað hefur stjórnmálalífið verið lestað af þessu ástandi og laskað, talandi traust og glataðist nú margt í hruninu, en eitt af því sem fór kannski hvað mest fyrir borð, það var einfallega traust og það sýna allar mælingar. Ég var að sjá vagn í gær þar sem verið að spyrja tiltrú gagnvart ýmsum hlutum og það ævintýraleg dýfa sem að verður og það hrynur í raun traust ekki bara á stjórnmálum og stofnunum og eftirlitsaðilum heldur á eiginlega vörumerkjum á hverju sem er. Þetta fer í botninn svona 2010 en smátt og smátt er þetta byggjast upp aftur núna. Þannig að vonandi tekst okkur að stuðla að slíkri þróun og þar á meðal vinna vel saman í stjórnmálunum. Jóhanna, hefur ekki kirkjan náð bara sterkri stöðu með nýjum biskupi og ekki síst með stjórnlagaráðskosningunni? Það veltist enginn á með það lengur að það hér eigi að vera þjóðkirkja virðist vera. Nei, það er alveg rétt. Hún sýndi það þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Það hefur verið skiptar skoðanir þjóðkirkjuna. Við sáum það líka í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þetta var nú engin afgerandi meiri hluti sem þarna kom fram og kirkjan hefur átt undir högg að sækja og verið á mörgu leyti nokkuð íhaldssöm. Ég var mjög ánægð með að Agnes var kjörin biskup og ég vil óska henni innilega til hamingju með þennan titil. Ég er alveg viss það að hún getur rutt þarna ýmsar nýjar brautir í kirkjunni og komið svona ferskan anda inn í kirkjuna, svo má að segja. Þetta hefur verið karlaveldi þarna og það var alveg komið tími til að brjóta þarna í blað, þannig að þetta var mjög gott að þetta var niðurstaðan. Hvað segir þið hinir? Skiptir einhverju máli að það er kona orðin biskup? Ég held að sé mikilvægt innlegg inn í þessa kynjaumræðu sem að hefur átt sér stað núna nokkura áratuga skeið og það er eins og hér hefur verið rakið, mörg vígi fallið. Er það ekki flest fallið? Jú, eitt af öðru, jú, ég held að sé að menn séu orðnir svona almennt sammála það og þá fer það bráðum að hætta að verða fréttnefnt að kona taki að sér eitthvað slíkt embætti. Og ég vil sömuleiðis sjálfsögðu óska henni til hamingju með þessa útnefningu og mér finnst hún hafa farið mjög vel af stað í þessu embætti og kirkjan kemur mjög sterk út úr þessari kosningu sem að fór fram hér í haust og ja, vel við ekki tekið undir það að hún hefur svona á köflum átt undir högg að sækja, þá finnst mér hún hafa svona náð að rétta mjög hlut sinn. Ég held að það sé rétt sem að biskupinn sagði sjálfur að þetta skiptir máli fyrir ásýnd kirkjunnar að kona skuli hafa orðið biskup, en mér finnst fyrst og fremst þetta skipta máli að góður einstaklingur og hæfur hafa orðið biskup og það er mikið fagnaðarefni. Mér finnst hún fara mjög vel af stað og það verður gaman að sjá hvernig kirkjan þróast á næstu árum. Og jafnframt var ánægilegt að sjá þennan afgerandi stuðning þjóðarinnar við hana sem ég held að muni vaxa með þessum nýja biskupi. Já, ég held að varðandi traust á þjóðkirkjunni þá var náttúrulega bara einboðið að það þyrfti að aukast eftir þá hörmungasögu biskupa sem við höfum hér undanfarinna áratuga og það að það skuli vera kjörin kona sem að nýtur kannski meira traust skiptir miklu máli vegna þess að það er verið að veita 4–5 milljörðum á ári af skattpeningum almennings í þessa stofnun. Sérðu eftir þeim peningum? Ég sé eftir þeim peningum, já, og það var rétt rúmur meiri hluti þjóðarinnar sem að vill að það verði áfram þjóðkirkjuákvæði í stjórnarskrá og það er gott og vel, við verðum að fylgja því. En ég bara bendi á það að þjóðkirkjan á Íslandi er tímaskekkja í nútíma samfélagi og einu þjóðirnar í nágrenni við okkur sem eru með svona ákvæði eru Bretland og Danmörk. Næstu þjóðir sem að koma þar á eftir eru þær þjóðir sem að raðast niður eftir norðurströnd Afríku þar sem að Íslam er ríkistrú. Þetta er tímaskekkja og þessu ber að breyta og hvort sem að það er gert með beinum eða óbeinum hætti, þá þurfum við að hugsa þessi mál upp á nýtt. Kirkja og trúarbrögð eru mjög mikilvæg, en þau eiga ekki að taka til sín svona stóran skerf af skatt fyrir borgarana eins og önnur félagasamtök á kirkjan að innheimta sín eigin félagsgjöld. Það er bara eðlilegt. Guðmundur, tímaskekkja? Nei, alls ekki. Ég held nú ekki þó að þessi samræða þurfi þetta að fara fram og kirkjan þarf held ég að vera í viðvarandi naflaskoðun. Ég fagna því mjög að Agnes skuli vera valin hér maður ásins eða kona ásins og fagnaði hennar kjöri mjög og mjög mikilvægt að kona hefur verið valin biskup. Mér finnst til dæmis eitt erindi kirkjunar koma fram í hennar hvatningu til okkar að
vinna betur saman. Líka eitt sem hún nefndi að þessi áhersla hennar í hvatningunni að við reynum að gera gagn. Og mér finnst eitt sem við getum lært af kirkjunni og rauninni öðrum svona stofnunum samfélagsins líka og félagasamtökum að það hefur orðið til og að verða til svona önnur hugmyndum stjórnmál í raun og veru sem við getum tilengað okkur líka hérna niður á Alþingi. Það svona, hefur verið kallað þjónandi forysta og Bandaríkjunum til þetta hugtak, public service, að við lítum á stjórnmálastarf sem meira þáttöku í vettvangi þar sem við reynum öll með opnum huga að gera gagn. Og þetta kann að hljóma alveg sjálfsagt, en ef við pælum aðeins í því hvernig stjórnmálin eru, þá þetta ekki alveg sjálfsagt. Klassísk stjórnmál eru, eins og ég kom aðeins inn á áðan, barátta hagsmunaafla, hún valdapólitík. Og við höfum upplifað þetta mjög sterkt á þessu kjörtímabili að það hafa tekist á svona valdapólar og það hefur verið tekist á pontuna, það hefur verið málþóf og við höfum ekkert komist áfram með mál. Og ég held að gjörbreytt viðhorf til stjórnmála sem við getum sótt meðal annars við þjóðkirkjunnar stjórnmál sem svona þjónandi vettvang, þar sem við reynum frekar að hlusta á hvert annað og reynum að gera gagn og horfast í augu við það að við erum með mismunandi skoðanir og fagna því að við höfum mismunandi skoðanir vegna þess að það kostur, fjölbreytileikinn er kostur og við höfum að nýta okkur hann. Ég held að ef við tilnefnum okkur þetta og þetta eitt af fyrsta sem við skrifuðum á blaði í Bjartir framtíð, þessa nálgun á stjórnmál sem við viljum reyna að kynna fyrir þjóðinni. Ég held að ef við tilnefnum okkur þetta í meiri mæli þá munum við ná að kveða niður sundurlyndisfjandann sem verkefni og eitt stærsta verkefni í stjórnmálana í dag og ekki bara á Íslandi. Jóhanna, ég heyrði ekki betur en þú að nú andvarpað dálítið þungt yfir þessari ræðu. Var það? Nei. Mér finnst alltaf gaman að hlusta á Guðmund þannig. Ég held að það sé alveg misskilningur. Já, ég held að sé mikilvægt að reyna að taka þetta alvarlega. Þetta kann að hljóma auðvitað yfirleitisfullt og allt það, en við þurfum að komast upp úr hjólförunum sem að há okkur núna og ekki bara hér, heldur út allan heim. Að það eru allt og mikil átök á meðan vandinn stór. Það eru skiptar skoðanir mál og við þurfum að fara að ræða Evrópumáli hérna. Ég finnst þetta góð greining, gaman að þessari greiningu hjá Guðmundi og hann hefur auðvitað bakgrunn og þekkir til í tveimur flokkum, frá svona flokknum og Samfylkingunni og mér finnst áhugavert að heyra hann núna skilgreina þetta út frá þessari reynslu sinni í pólitík og núverandi stöðu. Ég held og hefur engi verið þeirra skoðunar að við hefðum þurft meiri samstöðu pólitík, konsensus stjórnmál á Íslandi heldur en hér hafa þróast og kenningar hafa meðal annars verið að það hafi ekki gerst vegna þess að hér sátu lengi svo sterkar meirihluta stjórnir þurftu í raun og veru ekkert að hafa fyrir því að koma sínum málum í gegn. Og þegar menn eru svo að beina spjótum á okkur og segja við séum eiginlega orðin minnihlutastjórn og allt það, já þá má snúa dæminu við og spurja, eins og Þór var kannski að segja, nú það þá ekki gott? Þurfa menn þá ekki að fara að reyna að semja meira, tala meira saman? Kannski erum við einhverju leyti enn með þessa átakalínu arfleifð og hefð frá sterkum meirihluta ríkisstjórnum eins og ríkisstjórnum Davíðs Oddssonar með sterkan þingmeirihluta og nokkuð sterkan stjórnanda, valdboðs stjórnmálamann sem keyrir hlutina í gegn. Og við komumst ekki almennilega út úr því ástandi og þeirri menningu eða hefð, fengum hrunið í fangið og við höfum svolítið spólað í því. En eitt stærsta vandamál stjórnmálunum. Þú varst að spyrja hérna Guðmund, þá finnst mér nú alltaf bestur þegar hann syngur það bara einn flokkur á Íslandi, það Samfylking. Ekki hefur hann gert mjög mikið þar. Þá erum við verið í öðru Við erum búin að breyta textanum. Eitt stærsta vandamál stjórnmálunum og það sem þarf að lagast á nýja ári það allt og mikið innihaldslausa orðræðu í stað þess að menn sé að ræða ólík stefnumál. Stjórnmál eiga að snúast samanburð á ólíkri stefnu. Flokkarnir eiga að vera ólíkir, svo þess að fólk hafi valkosti. Svo þetta þurfa menn að miðla málum og ná saman með einhverja stefnu, en innihaldslaus orðræða, það að reyna að raða saman sem flestum fallegum orðum sem ekkert á bakvið, það skilar engu. Þess að við þurfum að fara að ræða ólík stefnumál og í stjórnmálum þarf að taka ákvarðanir og menn munu þurfa auðvitað að semja en það þarf að taka ákvarðanir, það ekki hægt að leysa alla hluti í heita pottinn. Það er einmitt að fara að taka ákvarðanir það hvernig við ætlum að halda áfram þessum Evrópusambandsviðræðum og Bjarni Benediktsson, ég vil fá að byrja á þér sem formanni Sjálfstæðisflokksins. Ef flokkur þinn fer nú í stjórnarmyndunarviðræður sem einhverjar líkur eru á, verður það fortakslaust skilyrði hjá Sjálfstæðisflokknum að þessum viðræðum verði hætt og það verði farið í þjóðaratkvæði áður en þeim verður haldið áfram? Eða ætlar flokkurinn að gefa þann möguleika áfram að þeim verður haldið áfram þeim lokið? Nei, við viljum ekki gera það. Það er okkar stefna að gera hlé á viðræðunum og halda þeim ekki áfram nema að
að baki viðræðunum sé skýr lýðræðislegu vilji sem hafi birst í atkvæðagreiðslu. Er það hreint skilyrði fyrir stjórnarmyndun? Já, þetta er okkar stefna og við erum ekki að fara að semja okkur frá henni hér í kryddsíldinni. Það væri nú aldeilis fráleitt. Ég greiddi atkvæði á móti því að sótt yrðum og ég hef fylgst með þessari ríkisstjórn í 4 ár núna bráðum á þessari vegferð, alltaf að lýsa því hvað þetta gangi óskaplega vel og svo framvegis, en það er alltaf verið að ýta vandanum undan sér. Og ég held að sé ágætt að fara bara að horfast í augu við það að þessi ríkisstjórn eða sambærileg stjórn og þessi sem nú situr, sem hefur ekki raunverulegan þingmeirihluta á baki sér fyrir því að ganga í Evrópusambandið og í raun og veru heldur ekki sameiginlega stefnu að ganga í Evrópusambandið, þar að segja stjórnarflokkarnir, mun aldrei geta lokið viðræðum við Evrópusambandið. Það mun annaðhvort stranda á stjórninni sjálfri, þar að segja, menn ná ekki þeim samningum sem að þeir stefna að, eða það mun stranda á Evrópusambandinu. Vegna þess að þegar að til dæmis Steingrímur sem sjávarútvegsráðherra myndi ljúka viðræðum sjávarútvegskaflann og það er staðið upp frá því borði og kommissarinn í Evrópu segir, já Steingrímur, ferð þú nú ekki heim og berst fyrir samningnum? Og þegar hann svarað þeirri spurningu neitandi, vegna þess að hann vill ekki ganga í Evrópusambandið, eftir því sem ég best veit, þá mun kommissarinn segja við Steingrímur, ef þú ætlar ekki að berast fyrir samningnum á Íslandi, þá er ég ekki að fara til Grikklands, ég ætla heldur ekki til Portúgal eða til baltnesku ríkjana, Írlands, Bretlands, Frakklands og hinna 27 ríkjana, eða allra 27 ríkjana öllu heldur, til þess að fá skilning á því að ég hafi gefið eftir eitthvað af meginreglum Evrópusambandsins, til dæmis á sviði fiskveiðistjórnunarmála, vegna þess að þú ætlar ekki sjálfur einu svona að berjast fyrir samningnum. Þannig mun Evrópusambandið sjálft stöðva viðræðurnar. Þannig að það er ekki hægt að, og menn eiga ekki að vera í viðræðum við Evrópusambandið, nema að sé skýr þingmeirihluti, það sé skýr vilji ríkisstjórnarinnar að ganga þar inn og menn hafi þjóðina að baki sér. Og þess vegna gengur þetta ekki neitt og þessu máli mun aldrei ljúka með þessari aðferðafræði. Bjarni, Steingrímur, skiptir þetta einhverju máli? Það hefur legið fyrir frá upphafi ykkar stefna í þessu Evrópusambandsmáli. Þú ert ekkert að fara að berjast fyrir Evrópusamningi hér. Nei, ég stóð að því ásamt með meirihluta Alþingis að fara í viðræður við Evrópusambandið og hugsunin var sú að láta á það reyna hvers konar úrlausn fyrir okkar sérhagsmuni við gætum fengið í samningum, mögulegum samningi að einhverju efnislegri niðurstöðu sem skýrði það hverjir kostirnir væru og það er svo sett í dóm þjóðarinnar hvort þetta væri ásættanlegt sem grunnur af því að gerast aðilar. En nú er það því miður ekki að ganga eftir. Ef við tökum stöðuna bara eins og hún er í dag, þá er alveg ljóst að þessi áform frá vorinu 2009 er ekki að ganga eftir. Við erum ekki að fara að kjósa hér samning eða efnislega niðurstöðu innan þessa kjörtímabils. Það er þá ný staða sem við þurfum að fara yfir og það er óumflýjanlegt, það er okkar afstaða, það er óumflýjanlegt að fara núna yfir það. Hvernig stendur þetta mál, hvernig er ábyrgast og best að fara með það næstu mánuði inn í kosningabaráttuna og svo á næsta kjörtímabili eða hver verður staða þess þá í stjórnmálunum og gagnvart auðvitað viðræðuaðilunum í upphafi næsta kjörtímabils. Og þetta tel ég vera viðfangsefni núna á allra næstu vikum að fara yfir þetta og skýra það og best væri auðvitað menn gætu orðið sæmilega sammála það. Hvernig væri skynsamlegast að halda núna á þessu hálfu Íslands vegna þess að þrátt fyrir allar deilur og heitar tilfinningar þessi mál þá er þetta stór og mikilvæg mál sem verður að halda á af ábyrgð. Tengsl okkar við Evrópu eru viðfangsefni sem verður alltaf þarna einhvern veginn, hverfur ekki, yfirgefur okkur ekki og þarna er nú einu sinni 70% af okkar útflutningsmörkuðum og svo framvegis, þannig að við þurfum að stíga hér ábyrgt til jarðar. En leið er auðvitað mjög mikilvægt að það sé ekki umfram það sem óumflýjanlegt upp í einhver ágreiningur eða túlkun á því hver meðferð þessa stóra og mikilvæga máls er. Og ég tek undir það með Bjarna Benediktssyni að það er mikilvægt að það sé skýrt eftir því sem kostur er vegna þess að við auðvitað hljótum að stefna því að halda þannig á þessu máli hversu niðurstaðan verður, hvað sem við gerum, að það skaði ekki tengsl okkar við okkar nágrannaríki. Er þessi umsókn ekki komin í ógöngur? Nei, ég myndi ekki segja það. Það er að vísu 2 stórir kaflar þarna eftir, sjávarútvegsmálurinn og þau ráða náttúrulega ábyggilega úrslitum hjá mjög mörgum hvort þið greiða því atkvæði ef við förum inn í Evrópusambandið og síðan landbúnaðarmálin. Og ég skil bara ekki þá flokka sem að tala fyrir því núna á þessari stundu þegar við erum komist það langt í þessum viðræðum
að fara að setja málið, taka það úr samningaferlinu, setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og bjóða fólki upp á það að fara að greiða atkvæði samning sem ekki komið á borðið. Ég meina, fólk verður að vita hvað það að greiða atkvæði og mér finnst það ekki boðlegt að stjórnmálamenn sé að taka sér það vald að bjóða fólki upp á þetta og taka þetta úr sambandi þannig að fólk fær ekki að greiða atkvæði það sem raunverulega í pakkanum. Við höfum alltaf möguleika á að hafna þessu samningi ef hann þannig að okkur líst ekki á hann þjóni hagsmunum þjóðarinnar en að fara að gera það þessar stundu finnst mér vanvirðing við kjósendur. En þetta það sem að í Evrópusambandsumræðinu á Íslandi, það búið að segja það við fólk og hér forsætisráðherrann að kynna það fyrir fólki að það sé eitthvað í boði í þessum viðræðum sem engri annarri þjóð hefur staðið til boða innan Evrópusambandsins. Jú, Svíar fengu áfram að taka í vörina, Eistar fengu áfram að skjóta úlfa í skóginum og eitthvað svona. En það hefur engin þjóð fengið svona meiri háttar undanþágur eins og Jóhanna hér að segja að eigi eftir að koma í ljós hvort okkur standi til boða. Og þá kallar hann á maður þessi spurning hér. Vill Jóhanna ekki ganga semst í Evrópusambandi bara eins og það eins og allir hinir þurft að sætta sig við það? Einhver hérna í stjórnarflokkunum talsmaður þess að ganga í Evrópusambandið bara eins og það eins og það blasir við, eins og lögin og reglurnar eru? Hvar eru þeir? Þeir eru ekki einu sinni að láta í sér heyra inn á þingi. Þannig að hvar eru hinir raunverulegu talsmenn þess að Ísland gangi inn í Evrópusambandið? Það eru einhverjir sem segja að þeir vilji svona áskilja sér rétt til að styðja góðan samning sko, sem að ekki hefur neitt gengið eða rekið með að gera. Og svo eru hinir sem segja, já við styðjum ferlið en við styðjum ekki málið sko, eins og Steingrímur. Þetta það sem að þessu máli. Það engin raunveruleg meirihluti í þinginu eða hjá þjóðinni fyrir því að ganga inn í það Evrópusamband sem allar hinar þjóðirnar eru í. Hvað segir þú Þór? Langar þig að ganga inn í þetta Evrópusamband sem að blasa við okkur? Það náttúrulega stendur ekki til boða og það það fyrsta sem að menn gleyma alltaf í þessari umræðu að þó svo að Ísland myndi taka ákvörðun að ganga inn í ESB þá mun það ekki vera það Evrópusamband sem að til staðar í dag. Það verður eitthvað Evrópusamband sem að verður til staðar eftir nokkur ár sem við vitum ekki ennþá hvernig verður. Þannig að allt þetta hræðslutal að við séum að ganga inn í eitthvað Evrópusamband sem að hrynja til grunna út í hött. Það verður breytt eftir nokkur ár. En það tvennt í þessu sem að skiptir mjög miklu máli og það annars vegar það að það komin hér upp mjög hávær rödd sem að mér finnst vera þröng sýn, einangrunarhyggja sem að fólk berst fyrir og það held ég að sé mjög varasamt vegna þess að við búum í heimi sem að breytast mjög ört. Evrópa og Bandaríkin eru að fara að skipa núna annað og þriðja sætið hvað varðar heimsveldi í heiminum og Asía verður það sem að tekur við og í þeirri stöðu skiptir mjög miklu máli að Ísland og Íslendingar eigi góð samskipti og góða bandamenn í nágrenni við sig. Því að þeir munu koma hingað hvort sem okkur líkar betur eða verð og flykkja sér til dæmis á norður heimskautsvæðið í leit að auðlindum. Og í þeirri baráttu verðum við að vera ykkur staðar í bandalagi með öðrum, hvort sem að það ESB eða annað. Og þessi þröngsýna einangrunarhyggja sem að birtist meðal annars í heimsýn finnst mér forkastanleg fyrir hagsmuni Íslendinga. Hvort við göngum svo í ESB eða ekki, það verður bara að koma í ljós og menn geta ekki haldið því fram hér í dag að það sé gott eða vont vegna þess að við vitum það ekki. Það ekki líkur á því að við fáum meiri háttar undanþágur fyrir stóru málin okkar til langs tíma. Það bara staðan sem uppi. En við verðum, en sko þú leifir þeim hér að vera með einræður en ekki öðrum. Gerðu ráð fyrir tíma fyrir öðrum. Þú ert ekki hluta þessum fjórflokki. Nei, en það aftur á móti og við studdum ekki á endanum aðildarviðræðurnar en þær eru komnar á stað og þær eru komnar það langt. Ég held að það væri eitthvað það heimskulegasta sem að hægt væri að gera að stöðva þær aðildarviðræður. Fjórflokkurinn enn eitt málið sem að fjórflokkurinn getur ekki leyst pólitískt sín á milli. Það verður að klára þess vegna þessar aðildarviðræður og það verður að leyfa þjóðinni að ráða málinu þegar upp í staðið. Og það gerum við ekki ef við hættum aðildarviðræðum í miðju kafi. Þá verið að taka valkost frá þjóðinni vegna þess að fjórflokkurinn sér ekki fram úr málinu og ræður ekki við. Evrópuflokkur, það ekki? Jú, hann mjög jákvæður gagnvart Evrópuaðild og en að sjálfsögðu viljum við sjá samninginn. Það annað væri bara heimskulegt
Hann auðvitað stærsti faktorinn í ákvarðanatökunni, samningurinn sjálfur, en Björt framtíð er Evrópu jákvæður flokkur. Bjarni auglýsir eftir talsmanni þess að gangi í Evrópusambandi. Hér situr einn, ég er talsmaður þess. Eins og það sko. Ég held að það sé skynsamlegt að gangi í Evrópusambandi, ég held að það sé margt sem mæli með því. Ég held að hér geti batnað lífskjör, þetta er tollabandalag og aðild að opnum markaði sem bætir líka útflutningsatvinnugreinarnar og eykur fjölbreytni í þeim eins og kemur til dæmis fram í nýlegri skýrslu Seðlabankans. Ég held að þarna geti falist líka sigurstranglegasta leiðin sem við höfum, þó ekki gallalaus, í því að koma á efnahagslegum stöðuleika til langs tíma í aðild að myntbandalaginu. Það er alls ekki gallalaus leið og ekki töfralaust, en ég held að hún sé sigurstranglegust. Svo held ég að það sé betra að vera í ESB heldur en að vera aðilar að EES. Ég held að það felist ómikill halli á sjálfstæðið og fullveldið með því að vera svona áhrifalausir þiggjendur á löggjöf eins og við erum með aðild að EES og þessi betra að fara í ESB. En að sjálfsögðu að öllu þessu sögðu þá er það eftir sem áður stærsti faktorinn sem skiptir máli er samningurinn. Og þar er ég vongóður það að við munum ná sérlausn í sjávarútvegi svo dæmi sé tekið og það byggist einfaldlega á því að við höfum sérstöðu í sjávarútvegi. Við erum að stærstum hluta til að veiða úr stofnum sem Evrópuþjóðirnar eru ekki að veiða úr. Það er bara við sem erum að veiða úr þeim. Þannig að á því byggist auðvitað möguleg og held ég mjög líkleg sérlausn. En svo vil ég líka vekja athygli á því að þetta er ákveðin tilraun í því að reyna að leiða mjög gamalt íslenskt deilumál til lykta. Ég sé ekki að við gerum það öðruvísi en að klára aðildarviðræðurnar og fá samningin upp á borðið og greiðum hann atkvæði. Að hætta við, hvernig á ég þá að vera sáttur og aðrir þeir sem eru áhugasamir ESB, hvað eigum við bara að halda kjafti? Við verðum auðvitað að sjá samningin og taka afstöðu til hans. Það er eina leiðin til þess að ná sáttum í þessu máli og ef þjóðin segir nei eftir upplýsta umræðu og svoleiðis, þá er ég líka sátt. Við erum eftir að fá þitt sjónarmið. Já, hér hefur verið nokkur ár viðgengist alveg ótrúlega furðuleg umræða aðild að Evrópusambandinu sem að hefði ekki og hefur ekki verið neins staðar annars staðar. Það er þessu umræða að við séum í einhvers konar samningaviðræðum til þess að sjá hvað okkur verið boðið. Og hjá Evrópusambandinu er eðlilega engin skilningur á þessu. Það er meira að gefa nú sérstakur leiðarvísir fyrir umsóknarríki sem að stækkunarstjóri Evrópusambandsins skrifar. Þar kemur fram að það sé varasamt að tala yfir höfuð samningaviðræður. Hvers vegna? Vegna þess að það orð, samningaviðræður, gefur til kynna að það sé einhverjir samningar í gangi. Viðræður aðildarríkja við Evrópusambandið snúist það með hvaða hætti þau ríki ætli að aðlaga sig að regluverki sambandsins. Þannig að það er ekki verið að bíða eftir einhvern samningi, það er verið að bíða eftir planum það með hvaða hætti Ísland ætlar að aðlaga sig að regluverki ESB. Og þegar þessi umræða hélt áfram á Íslandi, þá sá nú Evrópusambandið ástæðu til þess að senda bréf sérstaklega á þingnefnd til þess að árétta það að það væri engar samningaviðræður. Þessi kjósa Framsókn, fá þeir þá niðurstöðu að viðræður verið stöðvar? Ég er með inngang að því og til þess að útskýra þetta betur. Takmarkaðan tíma. Já, en annars fær maður á sig þessa útúrsnúninga að menn sé á móti því að leyfa þjóðina að velja á einhvers rugl. Til þess að útskýra betur hvað við, þá getum við horft á þetta utanfrá. Ef við Íslendingar værum búin að vera í Evrópusambandinu lengi, hefðum tekið á okkur miklar fórnir til þess, lagt óhemmi fjármagn, nokkur 100 milljarði að bjarga evrunni og allt þetta. Svo væri einhvað lítið land í Evrópu, segjum Moldóva, að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er reynda 10-15 sinnum fjölmennari en Ísland, en látum það vera. Það væri að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Ríkisstjórnirnar væri reyndar ekkit á því almennt að fara inn. Það væri yfirlýst stefna stjórnvalda í Moldóvu að sækjum aðild að ESB til að sjá hvað menn getur hugsanlega grætt á því. Hvað ESB, Ísland og önnur lönd ætluðu að bjóða þeim fyrir að koma inn. Væri það ábyrg umræða eða væri ábyrgt af stjórnmálamönnum í Moldóvu eða á Íslandi að segja annarkvort vilja menn sækjum aðild að Evrópusambandinu til að ganga þeir inn eða ekki. Leyfum þjóðin að segja sína skoðun á því hvort hún vill í Evrópusambandið eða ekki. Og það er það sem mér finnst að það eiga stað. Mér finnst að það er að spurja almenninga því, þjóðina, hvort hún vill í gangi ESB. Nú ef að svarið er já. Ég held að það væri praktískara að sjá hvað verður úr Evrópusambandinu, í hvað fyrirbæri það breytist, en það mætti alveg ræða það hvenær þetta að þess stað. En það skiptir líka máli í Evrópuumræðunni. Hvernig Evrópusambandið er að breytast í átt til meira sambandsríkis, þar sem að meira og meira fullveldi aðildarríkjanna verður framselt til Brussel. Við ætlum að gera... Ég vil bara benda á það þegar mann ræðum evruna í þessu sambandi að það hefur þrátt fyrir allt í gegnum þverpólitíska nefnd og með aðilum vinnumarkaðarins náðst nokkuð góð samstaða um það hvernig eigi að meta stöðu þess máls núna. Niðurstaðan er einföld,
Krónan verður okkar gjaldmiðill allavega allmörg næstu árin og við erum að styrkja umgjörð hennar. Reyndar hefur líka nást góð þverpólitísk samstaða í nefndum afnám gjaldeyris eða fjármagnshaftanna svona til þess að því sé nú komið að hér að menn eru á mörgum vígstöðum að vinna vel þverpólitískt saman að sumum af þessum risastóru málum Íslands eins og snjóhengjunni og gjaldeyrishöftunum. Við verðum að gera hlé á þessari umræðu, við ætlum að fara í auglýsingar og svo tónlistaratriði. Það er bara aðalhljómsveitin á Íslandi í dag. Það er Rio Tinto Alcan sem færir þér kryddsíldina. Nú færðu 250 vildarpunkta og spara þér tíma þegar þú innritar þig í flugið á m.icelandair.is. Þú þarft ekki einu sinni miða. Icelandair. Hver einasti vinnudagur er fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. Við óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum gleðilegar hátíðar og öryggis á komandi ári. Okkar vakt lýkur aldrei. Securitas. Sendum viðskiptavinum allt land hugheilar óskir gleðilegt nýtt ár. N1. Meira í leiðinni. Á hverjum degi drottinn minn ég bið. Drottinn minn ég bið kærleika og frið. Drottinn minn ég bið kærleika og frið. Ég bið þig drottinn bægðu myrkri frá. Bægðu myrkri frá, svo blindir megi sjá. Bægðu myrkri frá, svo blindir megi sjá. Drottinn leið þú mér að lifa í sátt. Leið mér lifa í sátt við menn og æðri nátt. Leið mér lifa í sátt við menn og æðri nátt. SS. Fremstir fyrir bragðið í 105 ár. Fótboltinn hefur gefið mér mína bestu stundir í lífinu. Ég elska að standa fyrir framan með fulla stúku og syngja þjóðsönginn. Maður æfir 10 sinnum í viku til að upplifa þessi móment. Ég hvet alla stelpur til að fara að æfa því þetta eru stundir sem maður lifir á allt sitt líf. Valitor óskar landsmönnum öllum gleðilegar hátíðar og þakkar viðskiptin á liðnu ári. Fáðu aðstoð í síma 860 30 eða á reyklaus.is.
Komið þið sæl aftur, við erum í Kryddsíld á Stöð 2 og það er komið að mönnum ársins, seinni hluta ársins sem má eiginlega segja að hafi einkennst af menningarútrás og líka innrás í líki kvikmyndagerðarfólks sem streymdi til landsins. En við Íslendingar höfum fylgst með ótrúlegri velgengni þeirra sem hér ræðir á árinu. Við erum að tala um Monsters of Monsters and Men að sjálfsögðu. Hljómsveitina sem sigraði í músiktilraunum árið 2010 og er nú að sigra heiminn. Já, við erum ekki að skafa utan að því hérna. Og hér eru þau Nanna Bryndís og Ragnar ásamt félögum sínum, ekki alveg fullskipuðu bandi en það kemur ekki að sök, það ætla samt að taka lagi fyrir okkur. Og við Íslendingar höfum fylgst með þessari ótrúlega hröðu velgengningar og maður spyr sig þegar þið hafi spilað fyrir milljónir í Bandaríkjunum og Bretlandi, eru þið sama fólkið og sigruðu þið í músiktilraunum? Já, nema Arnar í fínni fötum. Já, ég veit það ekki, ég held að kannski eru við eitthvað aðeins búin að breyta þessu, kannski bara að þroska svolítið. En ég held samt að við séum mikið bara sömu krakkarnir. Það eru mjög margir sem spyrja núna, hafið þið örugglega tíma til að semja eitthvað nýtt? Eru þið komin í gang? Við erum alltaf að semja, en við höfum kannski ekki haft tíma til þess að virkilega setjast niður og virkilega gera eitthvað eins og plötu eða eitthvað þannig. En við erum búin að túra í ágúst og þá höfum við smá tíma. Já, undir haust. Ætlið þið að spila eitthvað meira fyrir Íslendinga núna áður en þið farið í annirnar eins og þið gerðuð, já, svo eftirminnilegu í Hljómskálagarðinum, þið getur kannski ekki verið úti núna eða hvað? Nei, en við ætlum að spila 3 tónleikum. Já, við ætlum ekki að hafa þetta alveg kannski stórt í Hljómskálagarðinum, en við ætlum að fara á heimaslóðir á Factory. Já. Halda þá 3 tónleika þar, núna í janúar. Já, en ef þið gerið okkur svona aðeins grein fyrir því hvað þið gerið á árinu í stuttu máli, hvað stendur til? Núna næsta ári ætlum við að fara til Japans fyrst og svo til Nýja-Sjálands, Ástralíu, Singapúr, svo taka Evróputúr og svo fara í Bandaríkjatúr. Nei, svo fara í Suður-Ameríku. Svo fara í Suður-Ameríku og svo Bandaríkin eða hvað. Já, og svo Evrópu og svo eitthvað. Og vera allstaðar nema á Íslandi greinlega. Ein spurning að lokum, eru þið viðbúin því að þessari velgengni gæti lokið skjótt? Eða? Sko, ég held að þetta gerði svo skjótt og ég held að maður viti alltaf að þetta geti alveg enda jafn skjótt. Og ég held að við séum bara að njóta þess að meðan þetta varir, sko. En við höfum enga trú á því. Og við erum hér með blómvönd til staðfestingar á því að þið eruð menn ársins á Stöð 2012. Og ekki bara það, heldur verður að fylgja ykkur hvert sem þið farið í heiminum. Þessi rammi sem segir Maður ársins fyrir frábært tónlistarafrek á erlendum vettvangi. Kæra þakki fyrir að gefa ykkur tíma til að vera með okkur í dag og gangi ykkur allt í haginn. Takk kærlega. Og eitt lag í lokin. Já, takk fyrir okkur. Ég spila bara blóm. Bara hérna. 1, 2, 3, 4. For stealing your heart away, yeah, maybe I'm a crock. For not caring for it, yeah, maybe I'm a bad person. Well, baby, I know. And these fingertips will never run through your skin, and those bright blue eyes can only meet mine all across a room filled with people that are less important than you. Or 'cause you love when you know I can't love you. Love when you know I can't love you. Love when you know I can't love you.
best we both forget before we dwell on it. The way you held me so tight all through the night till it was near morning. 'Cause you love when you know I can't borrow you. Love when you know I can't borrow you. Love when you know I can't borrow you. Oh, 'cause you love when you know I can't borrow you. Love when you know I can't borrow you. Love when you know I can't borrow you. Tónlist of Monsters sem menn á fremur lágstendunótum núna, glæný í bransanum. Þú ert nýliðin hér, Guðmundur. Björt framtíð, sögum að vera bara útibú frá Samfylkingunni, einhvers konar hækja. Hver er munurinn á ykkur og Samfylkingu? Já, við erum frjálslyndur grænn miðjuflokkur og ég held að við séum svo eini slíki á Íslandi. Evrópusinnaður og grænn, ég vil ekki mikla áherslu á það, við erum umhverfisverndarflokkur. Þannig að ég held að í þessu bara svona hefðbundnu skilgreiningum felist ákveðin sérstæða og svo erum við búin að koma svona dálítið inn á það í þessum þætti hvernig svona öðruvísi pólitík við viljum stunda heldur en kannski hefðbundnu flokkandir. Við viljum reyna að hafa áhrif á sviðið í átt til svona nýrrar tegundar af stjórnmálum. En hvort myndið þið vilja halla ykkur inn í hægri stjórn eða vinstri stjórn? Við tökum eitt skref í einu. Við ætlum bara að vera skýr valkostur í kosningunum sem hver er þið fyrsti valkostur ykkar ef þið kæmuð að stjórnarmynduna vera? Er það að endurnýja þessa ríkisstjórn? Við erum ekki búin að ræða þetta einu sinni. Við ætlum að taka kosningarna fyrst. En ætlaði að segja kjósendum þetta fyrirfram? Við ætlum að segja hvað við viljum og svo verðum við að sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum og svo semjum við náttúrulega ef við förum í stjórnarsamstarf þá verður það bara að vera á grunni málefna að sjálfsögðu. En við höfum alveg átt, eins og ég kom inn á áðan, ágætt samstarf við ríkisstjórnina á kjörtímabilinu, enda erum við kannski almennt líka ekkert í því að endilega, við lítum ekkert á stjórnmál endilega sem svona eitthvað keppni í því að fella ríkisstjórnir, en við höfum verið samstarfsfús og eitt af því sem hefur til dæmis tekist mjög vel og við komum inn á við vorum að hlusta hérna á Monsters and Men, það er fjárfestingaáætlunin sem við náðum ágætu samstarfi við ríkisstjórnina sem gengur meðal annars út á það að styðja svona hluti eins og tónlist og skapandi greinar og svona leið, þannig að þarna eru auðvitað vísir að samstarfi og sem hafa mjög ánægilegt. Sigmundur Davíð, það má eiginlega segja að þið framsóknarmenn hafi verið eins konar guðfeður þessar ríkisstjórnar. Þegar þið studduð minnihlutastjórn fyrir síðustu kosningar. Er það þá ekki rökrétt framhald að þið komið sem þriðji flokkur í endurnýja þessa stjórn ef svo verður staðan eftir kosningar? Það var þá minnihlutastjórn, þrátt fyrir skilgreiningu Steingríms. Þessi stjórn var ekki til með stuðningi okkar, hún var til í kosningum. Það má ekki gleyma því. Við hins vegar ákváðum að verja stjórn þessara flokka vantrausti í 2-3 mánuði gegn því að þau réðust í ákveðnar aðgerðir, gegn þremur skilyrðum, sérstaklega og umfram allt að það er tekið á skuldamálum heimilina með þeim tækjum og möguleikum sem þá voru til staðar. Það var svikið. Svoleiðis að við þurfum að sjálfsögðu að sjá
að menn séu tilbúnir í verulega stefnubreitingu frá því sem var í byrjun á 2009. Finnst þér það líklegt að þú getur náð ykkar málum best fram með þeim áfram eða myndur þú vilja halda þér frekar að Sjálfstæðisflokknum? Já, Jóhanna er nú að hverfa vettvangi og Steingrímur ætlar að halda áfram en ekki. Það er ekki eitthvað að eigast við í Norðausturkjördæmi? Jú, við ætlum að gera það. Svoleiðis að ég verð nú í þessu að svara eins og fulltrúi nýju og breyttu stjórnmálana og segja að augljóslega fer það eftir því hvaða flokkar eru tilbúin til þess að vinna þeim málum sem við þurfum að ná í gegnum nýju kjörtímabili og þar stendur upp úr staða heimilanna og atvinnumálinu. Jóhanna, þú ert að hætta. Það eru tveir búnir að bjóða sig fram til þess að taka við af þér. Margir hallast að því að þú styðir fremur Guðbjart en Árna Pál. Er það svo? Það er ekki eðlilegt að ég fara að upplýsa það hvernig ég vil að verði formaður Samfylkingarinnar. Það eru auðvitað nóg mannval þar og tveir hafa boðið sig fram og ég ætla ekki að gera upp hér hvernig ég ætla að kjósa. En þú verður að gefa upp ákveðna línu fyrir Samfylkinguna hvert hún eigi að halla sér eftir kosningar? Já, sko, mér finnst það sé komin að tíma uppskeri okkur eftir allt það sem við höfum gengið í gegnum að taka hér við þjóðargjaldþroti næstum því og erum komin með þjóðarskútuna á réttan kjöl, þannig að mér finnst það vera komið að uppskerinu og okkur hefur tekist að vinna vel saman þessi tveir flokkar, þannig að ég vil sjá hér áframhaldandi jafnaðarmanna og félagshyggjustjórn og ef að það vantar eitthvað upp á það, þá finnst mér nú bara ágætt að horfa hér til Guðmundar af því að ég sé nú ekkert mikill mun. Ég sé ekkert mikill mun á stefnu hans flokks til dæmis og Samfylkingarinnar, þannig að ef okkur vantar eitthvað upp á meirihlutann þá finnst mér það alveg velkomið til greina. Hvað segirðu? Sérðu einhvern mun? Hann er alls ekki mikill. Græna hagkerfið og frjálslyndi og Evrópusambandið. Bendi ykkur á heimasíðuna björtframtíð.is. Það er stefnan. En Steingrímur, munu Vinstri-grænir líka ganga að kjörborðinu með þetta markmið og með þessa yfirlýsingu það verður stemt á sömu stjórn áfram? Já, sko, eins og, þetta vefst ekki fyrir mér mikið. Það sem er algjörlega ljóst, þrátt fyrir umrótið sem við sjáum einhver leyti í stjórnmálunum og nýja tíma og nýja pólitík, þá verðist það framboð aðalega að vera á miðjunni. Þannig að Vinstri-hreyfingin grænt framboð verður áfram eini merkisperi róttækrar vinstristefnu. Það er enginn að gera tilkall til þess að vera róttækur vinstriflokkur nema Vinstri-hreyfingin grænt framboð. Gott og vel. Og við erum grænn flokkur, umhverfisverndarflokkur, sá fyrsti í sögu íslenskra stjórnmála. Við erum kvenfrelsisflokkur, leggjum áherslu á feminisma og alþjóðlega félagslega alþjóðastefnu. Þannig að við höfum okkar skýru sérstöðu og ég tel að ný framboð virðast ekki vera að breyta henni. Eðli málsins samkvæmt sem flokkur róttækrar vinstristefnu viljum við vinstri stjórn, félagshyggjustjórn, græna stjórn. Steingrímur að ganga í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokk? Já, þetta er okkar fyrsti kostur, alveg klárlega. Við erum tilbúin til að ganga fram með svipuðum hætti og við gerðum fyrir kosningarnar 2009. Algjörlega skýrt með það að leiðarljósi. Þetta eru þeir flokkar sem við myndum vilja vinna með og ná samstöðu um. Það er ekkit ólíklegt að það þurfi fleiri til heldur en þessi sögulegi hreini meirihluti Samfylkingar og Vinstri grænna gerði kleift að byggja á eftir kosningarnar 2009, gott og vel. Og þá sýnist mér nokkuð ljóst hvar í litrófinu þeir flokkar standa sem næstur okkur eru. Fyrir nú utan það, og ég vil vera alveg hreinskilinn með það, ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn þurfi lengri tíma til að jafna sig og hann eigi að vera áfram í endurhæfingu í stjórnarandstöðu. En útilokar ekki? Að minnsta kosti eitt kjörtímabil enn. Venjan hefur ekki verið, íslenskir stjórnmálaflokkar hafa yfirleitt ekki útilokað með algerlega, með fáeinum undantekningum, eitthvað sem gæti komið upp ef að óvæntar og erfiðar aðstæður yrðu við að mynda ríkisstjórn. En ég get sagt alveg skýrt að því tilskild að við náum saman meirihluta frá vinstri og inn til miðjunar, þá er það sá kostur sem við veljum. Bjarni, þetta verður svona ekki að vera margir möguleikar eftir. Er það bara þið og Framsókn? Ég skal ekki segja nákvæmlega hvort að við og Framsókn munum ná meirihluta eða það þurfum að mynda meirihluta með einhverjum öðrum hætti. En mér finnst ágætt hins vegar ef það dragast upp svona þokkalega skýrir valkostir. Það er að segja vinstri stjórn, eins og svo sem hefur verið hér. Steingrímur talar að hans flokkur sé mikill umhverfisflokkur. Hann er að fara að hitta olíumálaráðherra Noregs. Ég meina, við höfum séð svona mikla þversagnir í tíð þessara ríkisstjórnar, leggur mjög mikla áherslu á jafnréttismál en er margdæmd fyrir brot á jafnréttislögum og svo framvegis. Ríkisstjórn sem að hefur mistekist að ná fram þeim hagvexti sem að var stefnt og hvað hefur það kostað okkur á þessu kjörtímabili?
Það hefur kostað okkur það bil 100 milljarða í landsframleiðslunni sem 10.000 störf. Það jafngildi 10.000 starfa. Það verkefni næstu ríkisstjórnar. Þannig að ríkisstjórnin sem ég vil sjá á næsta kjörtímabili ríkisstjórn sem tilbúin til þess að aflétta sköttum og gjöldum af heimilunum í fyrirtækinu og af atvinnustarfseminni. Skapa hér skilyrði til þess að verði til ný störf í landinu sem að fer í atvinnuátak í landinu og ég held að sé líka gríðarlega mikilvægt að gera sér grein fyrir því í dag að við þurfum nýja sátt við vinnumarkaðinn. Þessari ríkisstjórn hefur reynst ómögulegt að hafa einhverja sátt eitthvert mál við vinnumarkaðinn. Við þurfum sáttmála að vaxa á næsta kjörtímabili og eins og aðeins hefur verið komið hérna inn á og sumir eru þeirrar skoðunar að við náum ekki stöðugleikanum nema með því að gangi í Evrópusambandið og innleiða nýjan gjaldmiðil. En ég þeirrar skoðunar að það sé hægt að ná stöðugleika í íslensku efnahagslífi með ábyrgum ríkisfjármálum og með því að fara í markvissar aðgerðir sem að fjölga störfum og styrkja efnahaginn. Við þurfum líka stöðugleika og það alveg hárrétt sem að Guðmundur kom inn á hér áðan að það kallað eftir því af íslenskum almenningi og atvinnulífi að við fáum stöðugleika í efnahagsumhverfi og þannig ríkisstjórn vil ég búa til. Það sem að skiptir náttúrulega mestu máli í næstu kosningum að fólk velji sér nýtt stjórnmálaumhverfi öðruvísi en við höfum búið við undanfarna áratugi. Það skiptir mjög miklu máli að fólk kjósi flokka sem eru tilbúnir að taka við nýju stjórnarskránni, samþykkja hana strax eftir kosningar, fara í þá vinnu sem þarf að gera til að breyta kosningalögum og koma á persónukjöri og gefa svo fólki kost á því að kjósa fljótt aftur eins fljótt og auðið til þess að breyta stjórnmálum framtíðarinnar. Þessi þáttur og þetta PEC sem við höfum heyrt hér í dag ekki góðs viti inn í framtíðina fyrir Ísland. Hver framtíðarsýn fólks með fjórflokkin áfram við völd, segi ég. Og það veltur á almenningi að það verði núna gerðar raunverulega breytingar í stjórnmálum í Íslandi. Það eru ný framboð til staðar sem að hafa sýnt sig með málefnalegum flutningi mála en á þingi að þau eru ábyrg. Það eru til ný stjórnmálaöfl í borginni sem hafa sýnt sig að fólk þarf ekki 100 ára reynslu úr stjórnmálum til að geta stjórna vel. Það komið tími á alvöru breytingar og það komið tími til að ekki bara Sjálfstæðisflokkurinn heldur að sem stærstur hluti fjórflokksins fari í svolítið frí og reyni að læra að lifa upp á nýtt í sátt og samlyndi við þjóðina en láti ekki eins og þau séu nafli alheimsins í öllum málum. Þessu þarf að breyta. Við ætluðum að taka upp svona... Já, ég held við skulum taka samt upp eilítið léttara hjal hér. Það eiginlega, tíminn eiginlega búinn. Ég verð þó að að því að Jóhanna, þetta væntanlega síðasta kryddsíldin hjá okkur. Já. Hvað ferðu að gera í 8. apríl? Ferðu að sinna barnabörnunum eða? Það náttúrulega löngu komin tími á það. Ég á 6 barnabörn og hef nú ekki haft mikinn tíma fyrir þau, þannig að það væri ábyggilega mjög ofarlega á lista hjá mér að fara að sinna fjölskyldunum miklu betur. En ég hef bara ekki hreinlega haft tíma til að hugsa það. Ég hef verið svo önnum í pólitíkinu og ég hef nú nokkuð sprett eftir í þessa vikur og mánuði sem eftir eru, en það verða nóg viðfangsefni og ég kvíði því ekki að fara að leggjast í einhverja leti þegar ég er búin í pólitíkinni. Það stendur ekki til? Nei. Enda myndi maður nú þekkja Jóhannu Sigurðardóttur illa ef hún leiðist í leti. Já. Ég veit ekki hvort við höfum tíma til þess að fara yfir svona, það alltaf gaman að tala svona persónulega hlutina, það eiginlega tíminn á þrotum. En þó kannski að taka svona á náttúrulega 10 sekúndum stikkorðin hvað verður kosið. Hvað munu kosningarnar snúast? Vonandi stóru málin. Framtíðina, grundvöll efnahagslífsins, nýtingu auðlindana, stöðuleikan og þessar grundvallar spurningar sem blasa við í samfélaginu. Traustið, endurskipulagningu stjórnmálana, Alþingi. Ég vona að verði kosið ábyrgð. Hvort að við viljum ekki áfram að það verði tekið ábyrgt og að yfirvegun á okkar málum, þar á meðal ríkisfjármálunum sem ég hef hvað mestar áhyggjur af. Það auðvelt að glutra niður þeim árangri. Í öðru lagi finnst mér að ég kjósa jöfnuð. Það minna til skiptana. Við erum ekki eins rík eins og við heldum að við værum og þá skiptir ennþá meira máli að við skiptum jafnt á milli okkar. Reynum að tryggja öllum jöfn tækifæri og jafna möguleika til góðs lífs. Já, þó kannski Þór? Já, það verður náttúrulega kosið það hvort að fólk vill ný stjórnmál og nýtt stjórnmálaumhverfi á Íslandi eða ekki, eða hvort það vill halda áfram með það gamla sem gengið sér til húðar og verður okkur til tjóns ef við höldum áfram í það. Vonandi kýs fólk nýjar hugmyndir, nýja flokka og nýtt fólk því við þurfum svo sannarlega að breyta stjórnmálamenningunni og við þurfum að breyta siðferðinu í stjórnmálum á Íslandi. Við þurfum að gera upp við fortíðina og núna
tækifæri til þess. Ég er ekki viss að það tækifæri komi aftur. Vonandi verður kosið stefnu en ekki einhvað innihaldslaust tal og vonandi snýst það fyrst og fremst stefnu í málefnum heimilanna og atvinnumálum. Það einn flokkur til hægri sem reyndar allt of stór og svo fullt af litlum flokkum til vinstri, en vonandi enda menna á miðjunni sem flestir og tilverður skynsemis miðjustjórn. Ég verð að komast í áttavitan hjá þér. Það sem við hljótum að stefna því að láta kosningarnar snúast er að bæta lífskjörin í landinu og aðferði til þess að bæta lífskjörin. Ég tel að þessi ríkisstjórn sem við erum hér að fara að kveðja í vor, hún hafi lagt svo mikla áherslu á að jafna kjörin að hún gleymdi að bæta þau. Þetta hefur snúist að skipta kökunni upp með einhverjum nýjum hætti en ekki að stækka hana. Og það það sem þarf að gerast á næsta kjörtímabili. Og það bara ein leið, raunveruleg leið sem við höfum áður reynt og aðrar þjóðir eru að keppast við að fara, sem sú að auka þjóðarframleiðsluna, auka hagvöxtinn, fjölga störfunum og það eru leiðir til þess að gera þetta sem á að kjósa og til þess að gera það þá þurfum við að nýta auðlindir. Við getum ekki upplifað önnur 4 ár stöðnunar eins og við höfum gert hér undanfarin ár. Við verðum að sækja fram og það verður kosið. Jóhanna, þú átt lokaorðin. Já, ég held að verði kosið tvímælalaust árangur þessar ríkisstjórnar sem er mikill og úrræðaleysi stjórnarandstöðunnar sem hefur ekki haft mikið til málanna að leggja í þessum erfiðleikum sem við höfum gengið í gegnum. Og ég er sannfærð að verði líka kosið það jöfnuð sem hann er að blása á, hann Bjarni hér í samfélaginu sem við höfum náð fram sem er mjög mikil og að við getum viðhaldið því velferðarkerfi sem okkur auðnaðist þó að sem betur fer að halda vel utanum í þessum erfiðleikum. Það er það fyrst og fremst sem við höfum kosið og líka hvort að þjóðin sé virkilega tilbúin að taka aftur við Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum sem að komu þjóðfélaginu í þessa erfiðleika sem að við höfum verið í, hvort að virkilega þeir eigi að taka hér við völdum og ég viss það að þjóðin mun hafna þessum flokkum og kjósa hér áframhaldandi jafnaðarmanna og félagsríkisstjórn. Já. Við ljúkum þessu á þessum orðum og við gefum aftur til Eddu og við þökkum okkur öllum kærlega fyrir komuna. Þannig var það, Kryddsíld ársins 2012, kominn tími til að kveðja. Við hér á Fréttastofu Stöðvar 2 þökkum gestum okkar öllum komuna og ykkur öllum góða samveru á árinu og óskum ykkur farsældar á því nýja sem verður okkur nú vonandi gott. Hittumst heil, verðið sæl. Komdu með mér í gamlárspartí og fögnum nýja árinu með stæl.